Láttu vita, segðu þetta sé. Já, við erum komin. Já, hæ, heyrðu, þetta að koma, þannig að nú erum við bara að fara live. Kæru félagar, velkomin á framboðsfund í forvali Norðvesturkjördæmis undir yfirskriftinni Framtíð Norðvesturkjördæmis. Þetta nú ekki lítil yfirskrift sem við ætlum að dekka hér á þessum góða fundi í kvöld. Við ætlum að nýta kvöldi að kynnast betur þessum glæsilega hópi frambjóðenda sem er óska eftir stuðningi félaga okkar í Norðvesturkjördæmi í forvali sem fer fram dagana 23. til 25. apríl næstkomandi. Elín Oddný Sigurðardóttir heiti ég og er varaborgarfulltrúi í Reykjavík og ýmsum hnútum kunnug í hreyfingunni, en er nú að stýra svona framboðsfjarfundi í fyrsta skipti. Alltaf lætur maður plata sig út í einhverja vitleysu, eins og sagt er. En ég er alveg sannfærður að við komumst í gegnum þetta saman, enda er hér valinn maður í hverju rúmi og ekkert annað en gott sem getur komið út úr spjalli milli félaga málefnin sem brenna á íbúum í þessu flota kjördæmi. Uppleggi verður þannig að hver frambjóðandi hefur 3 mínútur til að kynna sig stuttlega í upphafi. Því næst munum við taka við spurningum úr sal. Fyrir ykkur sem eru inn á Zoom er hægt að setja spurningar í tjattið eða spjallið, svo við reynum nú að íslenska þetta. Og fyrir þá sem að fylgjast með streyminu á Facebook síðu Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs, þá er þetta að setja það í athugasemdir við streymið og því verður komið áleiðis til fundastýru. Við munum taka 2 hringi af spurningum. Ég mun reyna svona að hnýta saman það sem hægt er að spyrja í einu til að spara tímann og hver frambjóðandi hefur 2 mínútur til að svara í hverju spurningaumgangi. Að lokum verða lokaorð frá hverjum frambjóðanda til að svona hnykkja á einhverju sem viðkomandi vill koma áleiðis til félaga í kjördæminu og það verður 1 mínúta gefin í það. Og ég var nú búin að vera fólk við hér áðan, ég geri það bara aftur að ég verð svona frekar ströng á klukkunni og það mun bara játt yfir allt þetta góða fólk ganga hér til að sem flestir getur komið sínum sjónarmiðum af. Ég er með lista af frambjóðendum í stafrófsröð og ég mun nota svona slembivalsaðferð í tölvunni minni til að velja þann sem er fyrstur í hverju umferð og það verður ekki sami hringurinn, heldur byrjum við svolítið svona ólíkum stað til að þetta verður ekki alltaf sami fyrstur og sami síðastur og reynum að gæta svona eins mikils jafnræðis og við getum hvað það varðar. En hann Lárus Ástmar Hannesson ætlar að hefja leik með kynningarnar og svo förum við koll í stafrófsröð og ég mun kynna frambjóðendur til leiks þegar þeir röðin komin að þeim. Gjörðu svo vel, Lárus. Já, komið sæl. Þakka þér fyrir að grípa svona inn og bjarga okkur í veikindum í fundarstjórninni. Alltaf þegar ég er að hugsa hvernig ég á nálgast þetta spjall okkar, þá einhvern veginn fer ég frá því að tala málefnin að því mér finnst einhvern veginn við hljótum að liggja alltaf svona nálægt hvort öðru þar. Þannig að mig langar að nálgast þetta út frá bara mínum hugðarefnum, kannski minni persónu sem hvað maður segja, stjórnmálamaður eða búin að vera í þessu afstri sveitarstjórnum og öðrum ábyrgðarstöðum lengi. En ég ætla nú að byrja á því að segja ykkur að ég er frá Stykkishólmi, giftur Maríu Ölmu Valdimarsdóttur sem kemur frá Akranesi og við höfum 4 börn saman og búin að búa hér meira og minna allt mitt líf. En ég sem sagt ég myndi segja að ég var mjög svona hreinskilinn, ég nálgast verkefnin bara fyrir beint að þeim og mér líkar það best. Mér finnst það þægilegast að vinna úr því svona alltaf inn í framtíðina og þannig vil ég halda áfram að vinna en
það líka styttir leiðina. En byggðarmálin mér sjálfsögðu mjög hugleikin. Við erum í þessu stóra, víðfeðma, fjölbreytta kjördæmi og við verðum aðeins að horfa í tölurnar og sjá hvernig byggist upp í kringum höfuðborgarsvæðið meðan að við kannski í smærri sveitarfélögum hérna utar erum bara í varnarbaráttu og ég mun tala fyrir því og hef talað fyrir því að við eigum að taka róttæk skref í sameiningu sveitarfélaga og alveg ófeimin við það og það getur að taka stórar ákvarðanir og ég held að við eigum að gera því að svo þjónusta sem að sveitarfélögin eiga að veita, hún orðin það mikil að þetta bara mjög erfitt víða og við þurfum að taka þetta skref og ekkert að horfa í hin áttina með það neitt. Sterkustu sveitarfélögin eru sveitarfélög sem hafa sameinast og eru það öflug að þú geta veitt þjónustuna og staðið vörð gagnvart ríkinu sína hagsmuni, þessa hagsmuni sem við tölum heilbrigðisþjónustu, skóla, hvort sem það framhaldsskólar eða háskólar og við getum fara að sækja fram á styrkleika svæðana. Það það sem við VFG stendur fyrir og það það sem ég stend fyrir og það það sem ég vil vinna áfram að. Nú, svo vil ég líka taka við í VFG, við þurfum að passa okkur að tala meira og sýnilegara stöðu þeirra sem verst hafa í samfélaginu. Við getum ekki sett þetta oft setjum þetta oft í eina krukku eldri borgarar, margir eldri borgarar hafa það ágætt sem betur fer, en við þurfum að einbeita okkur að þeir sem að virkilega standa öllum fæti og það ekki síst barnafólk. Það barnafólk sem að koma út úr háskólum með námslán, að koma undir sér fótum, að ná sér í húsnæði og annað slíkt. Þannig að það það sem að við stöndum fyrir, það það sem ég stend fyrir og bara óska eftir ykkar stuðning í 3. til 5. sæti, ekki að kosta mér í það. Takk fyrir. Fyrir mynda tímastjórn, ég var að fara að stoppa það af þegar þú akkurat bara sjálfur líka máliðinu. Ég sá það á svipnum. Ég var farin að vera hérna, ég kennari sko, þannig að þið sjáu svipin þá fer fólk að passa sig. Ég líka sko. Ég ætla áður en ég leipi Lilju Rafni að ítreka fyrir fólki að setja á mute sem ekki að tala. Það getur svolítið truflað útsendinguna ef það svona bakgrunns hljóð, en gjörðu þið svo vel, Lilja Rafni. Já, bless og sæl. Lilja Rafna Magnúsdóttir heiti ég, alþingismaður frá árinu 2009 og hef aflað mér ágætra reynslu á þessum tíma í mínum störfum. Yfirskrift þessa fundar var framtíð Norðvesturkjördæmis og ég tel að framtíð okkar kjördæmis sé full af sóknartækifærum og við þurfum að nýta þau vel. Næstu ár verða örugglega mjög spennandi og ég held að það verði mikla breytingar bara næstu 4 árum í okkar kjördæmi, bara eins og hafa verið núna í landinu öllu. Og það kannski sem rak okkur út í að fara að vinna öðruvísi þvert yfir öll landamæri innanlands var þessi COVID-faraldur og ég held að þessi stafræna bylting sem í gangi muni hjálpa landsbyggðinni gífurlega til að efla sína atvinnusköpun út allt land og þar liggi mikil tækifæri. Okkar landshluti, okkar kjördæmi ríkt af auðlindum bæði til lands og sjávar og þar eru möguleikar á mikilli nýsköpun, bæði í að efla, eins og ég hef barist fyrir, smábátaútgerð og líka fullvinnslu í landbúnaðargeiranum og það nú þegar byrjað og hefur sýnt sig víða að það hægt og hefur verið að gera til dæmis eins og á Skagaströnd, það sem fullvinnsla í framleiðslu eldhúsi og verið að nýta þá aðstöðu vel og selja þannig beint frá bíli þar sveitir. Þarna eru tækifæri og það eru líka tækifæri í ferðaþjónustu. Þegar ferðaþjónustan fer aftur á stað, þá mun þessi landsfjórðungur eða þetta kjördæmi eiga þar mikil inni til þess að byggja upp og ég horfi líka þar til Akranes sem dæmi breiðina þar sem eru vitar sem draga að sér fjölda fólks og þar þarf að nýta þau tækifæri sem hafa skapast út af miklum ferðamannafjölda sem hefur farið þangað til að skoða.
og við erum ríka náttúruperlum allt kjördæmið sem við þurfum vissulega að varðveita og byggja upp góða aðstöðu og aðgengi til þess að nýta bæði fyrir okkur landsmenn og fyrir ferðafólk. Og ég tel að það séu tækifæri í svo mörgu. Við erum að byggja upp umhverfisvænt laxeldi sem við þurfum að passa vel upp á að sé öflugt regluverk kringum. Við höfum möguleika í aukinni kalkvinnslu, vinnslu á þang og þara og við þurfum að vera samkeppnisfær svo unga fólki komi aftur út á land og nýti sér þau tækifæri sem bjóðast. Þess vegna ég bara mjög bjartsýn á að það verði miklar framfarir í okkar kjördæmi og ef að heilbrigðisþjónustan heldur áfram að eflast og háskólarnir okkar sem eru í kjördæminu halda áfram að eflast, þá hef ég ekki ótta fyrir því að við munum ekki spjara okkur vel í þessu kjördæmi og fáum unga fólki með okkur í lið til að byggja hér upp til framtíðar. Hér eru tímastjórnunin alveg með þvílíkum, það eru bara tímastjórnunar snillingar hér á ferðinni og aftur var akkurat verið að ljúka máli sínu þegar ég var ætlaði að fara að setja upp einhvern strangan svip hér. Næst í rauninni María Hildur Makk, gjörðu svo vel. Já, takk. Við segjum yfirleitt mokk, en það skiptir ekki öllu máli. Ég hef átt heima á Vestfjörðum núna í undanfarin 5 ár. Og ég verð að segja eins og að mér finnst mikill munur bæði á aðstöðu, atvinnuháttum og ýmsu svona í menningunni með hvar ég hef átt heima annars staðar. Ég sé fyrir mér að á næstunni þá verði norðvestur kjördæmið allt saman að skoða mjög vel sameiningarmál sveitarfélaga eða sundrungu. Ég sé fyrir mér að það sé ekki bara tækifæri í atvinnu og nýsköpun og þess háttar heldur þurfum við að skoða betur samgöngur á milli þessa stóra svæðis. Og þá á ég við að það ekki langt síðan, það innan við 50 ár síðan að flestar ferðir voru farnar yfir Breiðafjörð á bátum. Og það svolítið sérstakt að þessi stysta vegalengd skuli ekki vera tekin til greina meir á okkar dögum með allir þeim framförum á tækni og svo framvegis sem við okkur býðst. Ég sé fyrir mér að það verði mikil breyting frá landbúnaði eins og hann hefur verið stundar undanfarið. Það verður miklu meiri skógrækt, það verður meiri breyting á landnýtingu og heilmikið af atvinnu og nýjum tækifærum munu flytjast út í sjó. Það að segja á grunnsævi og við þurfum að setja okkur góðar reglur og skýrar það hvernig hægt að nýta þetta, hvernig hægt að dreifa þessari auðlind og jafna ávinning af því sem fæst út úr því. Við þurfum að koma heildarskipulagi á öllu því sem heitir auðlindagjald. En vegna þess að landbúnaður að breytast svo mikið og strandsvæðastjórnun við þurfum að takast á við hana, þá grunar mig að við þurfum líka að endurnýja allt sem heitir landeigendaréttur og landeigendaskyldur. Þetta helst í hendur við þang og þara, við eldi af öllu tagi, skelfisk fyrir utan laxeldi og fiskeldi af öðru tagi. Það svo mikið sem að verður samspil náttúruauðlinda og mannauðs á næstunni. Þannig að sumir munu halda áfram að nýta náttúruauðlindir og meðan aðrir eru í því að þróa tölvuleiki. Þess háttar fólk, það að segja ungt fólk sem að hugsar allt öðruvísi heldur en þeir íbúar sem eru hér nú þegar, það það sem við eigum að laða að okkur og þess vegna allt sem heitir umburðarlyndi og að horfa opnum huga á það sem að okkur býðst og bjóða heim, það þangað sem við ættum að stefna, finnst mér. Þetta mesta dreifbýli landsins, ef maður undanskilur kannski norðaustasta hlutan á landinu og hann getur gefið mörg tækifæri einmitt ungu fólki með börn og annað ef við erum opin fyrir nýjungum. Og þá ég líka við innflytjendur og fólk af erlendum uppruna. Ekki veitir okkur af að auka á fjölbreytni í mannlífinu, fyrir utan það að auka fjölbreytni í atvinnulífinu. Takk.
Já, ég sé að það eru frambjóðendur í forvali í Norðausturkjördæmi hjá Vinstri grænum sem að ætla að kenna tímastjórnun á næsta landsfundi. Ég mun leggja það til. Næst er það Nanný Arna Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Þið sjáu mig ekki, en ég sé ykkur. En ég heiti þess að Nanný Arna Guðmundsdóttir, er sveitarstjórnarfulltrúi í Ísafjarðarbæ, sitt þar í bæjarstjórn með sameiginlegu framboði Íslistans, hef verið í bæjarstjórn núna í 7 ára, á öðru kjörtímabili og hef svona helst lagt áherslu á íbúalýðræði, samvinnu við íbúa og umhverfismál sem er svona mitt svona aðalmál. Og ef þið spyrja fólk mitt í bæjarstjórn, þá mun það segja ykkur að útrásir er mitt helsta áhugamál í ræðustóli. En ég tel að framtíð Norðvesturkjördæmis sé björt og hún felist í framtaki einstaklinga til atvinnusköpunar í sínu nærumhverfi, að lítil og meðalstór fyrirtæki sem verði til vegna kunnáttu og þekkingu einstaklinga sé þar sem að muni vaxa og dafna í Norðvesturkjördæmi næstu árin. Ég horfi á nýsköpun sem tengist sjávarútvegi og fiskeldi og þá er ég að tala um áframvinnslu afurða eða nýta áður ónýttar afurðir. Það sama á við landbúnaðarafurðir, þar sem ég til mikið tækifæri felast í smáframleiðslu hliðarafurða eða fullvinnslu afurða í heimavinnslu, heimaframleiðslu. Og ég held að þar ættum við til dæmis að hjálpa bændum til þess að vinna meira heima og vera með sláturinn kannski nær sínum heimahögum til þess að þeir geti unnið afurðirnar sínar og legg mikla áherslu á að það sé gott fyrir bændur að þeir geti merkt afurðirnar sínar þannig að þeir geti selt sig og sín verk. Ferðaþjónustan er að sjálfsögðu vaxandi atvinnugrein í Norðvesturkjördæmi og þar hefur nálægðin við náttúruna verið undirstaða vaxtarins. Hann hefur verið hægur, hann hefur verið jafn og við eigum mikið inni þar, en þar finnst mér líka mjög mikilvægt að við hugum að því hvað við séum að selja og hvernig við viljum vera ferðaþjónustukjördæmi. Til að þessi tækifæri nýtist okkur sem best þurfa stjórnvöld að hlusta á íbúa svæðisins og vera tilbúin með áætlanir áður en að hlutirnir gerast. Að verk stjórnvalda sé ekki hamlandi fyrir uppbyggingu svæðanna og þeir séu alltaf að bíða eftir að hlutirnir gerast, svo þeir löngu farnir af stað og þá ekkert tilbúið. Og við verðum að hætta að vinna eftir á, við verðum að vinna fram í tímann. Ég til dæmis að samgöngubætur, hvort sem það eru vegir eða hafnir eða flugvellir, séu mikilvægir í næstu uppbyggingu í Norðvesturkjördæmi. Ljósleiðaravæðing í minni þéttbýlisstöðum sem eru ekki markaðslega samkeppnishæfir, heitir það víst. Þar sem að markaðsfyrirtækin er ekki í uppbyggingu en þéttbýlisstaðir þar sem að fólk vill sannarlega hafa góða tölvutengingu. Og endurnýjun gamalla raflína er mér líka mjög hugleikin. Því að það er það sem skiptir miklu máli, til dæmis hér á Vestfjörðum, að það er ekki nóg að við séum með góðar línur inn á svæðið, við verðum líka að vera með góðar línur inn á svæðinu sem að bila ekki í þeim litlu veðrum sem hér verða. Og er tíminn búinn? Er tíminn búinn? Örstutt að lokun? Ég held að í grunninn eigi bara Norðvesturkjördæmi framtíðina fyrir sér. Íbúar vilja búa við öryggi og það er okkar sem erum að leiða sveitarfélögin sem að hlusta og í stjórnsýslunni að hlusta á íbúa og vinna þeirra vilja. Takk. Takk fyrir þetta. Þá er næst í röðinni Sigríður Gísladóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, Sigríður heiti ég og er Gísladóttir, ég er dýralæknir, bý á Ísafirði. Ég býð mig fram í 2. til 4. sæti. Norðvesturkjördæmi á sér aðeins framtíð ef fólk sér fyrir sér framtíð sína þar. Til að fólk vilji búa á stöðunum, sama hvað nafni þeir nefnast,
þurfum við fyrst og fremst að hugsa fjölbreytni. Það þarf fjölbreytt atvinnutækifæri fyrir fjölbreytt fólk með ólíkan bakgrunn. Við viljum öll helst búa í einhvers konar kardimommubæ þar sem bakarinn bakar brauð og skóharinn smíðar skó, en það ekki raunin víðast hvar. Ég hvet ykkur til að kanna þjónustustigið hjá ykkur með því að gá hvort það sé hægt að kaupa barnaföt og brjóstahaldara í ykkar verslunarkjarna. Það nú sjaldan hægt að gera það því fólk fer bara til Reykjavíkur að versla. En það verður að vera eftirsóknarvert fyrir fólk að setja af stað með fjölskyldu sína á nýjum stað eða jafnvel á stað sem það á rætur í. Grundvallaratriðið vissulega að hafa trygga atvinnu. Fólk sem missir vinnuna á stöðum þar sem atvinna einsleitt, það flytur einfaldlega suður. Til að auka fjölbreytnina þarf hið opinbera að gera það sem það getur til að jafna aðstöðumun og aðgengismun. Í rafmagnsmálum, líkt og með til dæmis hringtengingu Vestfjarða og Snæfellsness, bættum fjarskiptum með því að klára ljósleiðaratengingu þéttbýlisstaða, samgöngum með útrýmingu malarvega og jarðgöngum þar sem þeirra þörf. Heilbrigðisþjónustu sem byggist ekki bara á fjarþjónustu heldur líka eflingu í heimabyggð. Í Norðvesturkjördæmi fer fram mikil nýsköpun og í úthlutunum úr sjóðum til nýsköpunarverkefna fara hlutfallslega mjög margir styrkir á okkar svæði. Það tel ég vera öflugum háskólum að hluta til að þakka, en líka því að við búum að sterkum stoðum í ferðaþjónustu, sjávarútvegi og landbúnaði. Misgömlum atvinnugreinum sem hafa séð sæng sína upprétta til að gera eitthvað nýtt á breyttum tímum. Að gera eitthvað úr engu. Við getum kannski á endanum farið að láta fjallagrasa hugmyndina rætast sem kviknaði við Kárahnjúkavirkjun. En ég held að það verði lykillinn að velsæld okkar kjördæmis að gera eitthvað annað innan allt þetta stóra. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta. Ég var ekki einu sinni byrjuð að geifla mig hérna, þannig að þetta bara alltaf að ganga betur og betur. Næst í röðin Þóra Magnea Magnúsdóttir, gjörðu svo vel. Takk Ella og takk þið öll. Ég heiti Þóra Magnea og Magnúsdóttir og bý á Spanum. Ég gift Hermanni Valssyni, Hermanni B. Valssyni og við höfum 2 börn, 2 barnabörn og erum gríðarlega rík hvað það varðar. Já, ég hef verið í VG, ég fór ekki yfir þetta síðan 2006 held ég og hef lagt mig fram að vinna að ýmsum störfum innan VG. Núna ég í stjórn VG, aðalstjórninni, ég hef verið í stjórn í Reykjavíkurfélag og núna í forsvari fyrir félagið á Akranesi. Mér langar að tala menntun og samgöngur, töluvert kannski skrítin tvenna, en þegar við tölum framtíð á Norðvesturlandi, ég manneskja sem alltaf að flytja út á land, ég ekki að flytja í bæinn, þá finnst mér gríðarlega mikill auður í skólamálum hér, sérstaklega í háskólunum. Og það kemur kannski til, ég veit ekki hvort það kemur til út af því að ég skrifaði meistararitgerðina mína í tengslu við háskólanám, hvernig búum við til nám og hvernig metum við nám. Og ég sé mikinn kraft felast hér í skólamálum og ég sé til dæmis náttúrufræðikennsluna og ýmislegt í tengslu við bara það sem að gerast í Landbúnaðarháskólanum. Okkur að vanta kennara þó að séu margir á þessum fundi, þá það bara þannig því miður, þá erum við að sjá fram á skort í kennurum. Og þegar ég tala náttúrufræðikennslu þá ég að tala af hverju ég að tala náttúrufræðikennslu? Það gríðarlega mikilvægt að við byggjum upp góða menntun þar og nafna mín, Þóra Margrét, myndist hérna á síðasta fundi okkar útikennsluna og ég var henni gríðarlega þakklátt að minnast á það, því það stórt og skemmtilegt verkefni sem víða og maðurinn minn hefur verið að kenna þetta fag og ég sé til dæmis þetta fyrir mér, hann hefur verið að kenna þetta fag sem sagt í grunnskóla og síðan
líka annars staðar og ég sé ég að vera búið með tímana því ég ætla að tala samgöngur líka. Ég ætla kannski að geyma það til betri tíma en ég vil sérstaklega tala öryggi og af hverju ég tala menntun og samgöngur. Jú, það gríðarlega mikið af ungu fólki sem að sækja nám og að aka til og frá og því miður höfum við séð alvarleg slys í þeim og þetta starfa ég við lengi og ég ætla ekki að láta hana vinkonu mína fara að geifla sig, ég þori þig ekki en hún samt svo æðisleg og ég ætti kannski að gera það en takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir Þóra Magne. Þetta bara rétt slapp til og engar geiflingar ennþá. Ég var bara að halda í mér þangað til á síðari stigum. Næst í röðinni Þóra Margrét Lúthersdóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, Elín. Komið þið sæl, ég Þóra Margrét. Ég sauðfjárbóndi og bý á bænum Forsalaudal í Vatnsdal, Austur-Húnavatnssýslu. Þar búum ég og maðurinn minn ásamt 4 börnum. Maðurinn minn sjómaður en ég sé búrekstur og barnauppeldi og svona flest allt annað sem viðkemur heimilinu þar sem hann er svona eiginlega bara aldrei heima. Ég menntaði búfræðingur. Ég að taka bachelorinn í skógfræði frá Hvanneyri og stefnu nú á að reyna að ljúka því svona seint og síðan meir þegar ég hef tíma til að komast yfir þetta allt saman. En ég lét svona hugan reika varðandi þessa yfirskrift varðandi framtíðarsýn fyrir Norðvesturkjördæmi og það var rosalega margt sem að koma upp í hugan. En alltaf það sem kemur fyrst, það samgöngur og fjarskipti. Því að það að mínu mati eitt það helsta sem okkar kjördæmi skortir. Við þurfum bættar samgöngur vegna þess að vegir, flugvellir og hafnir, þetta eru lífæðar samfélagsins. Atvinna og allt það við getum ekki rekið öflugt atvinnulíf ef við komum ekki vörunni frá okkur og ef við getum ekki náð okkur í aðföng. Og mér finnst að ef það eitthvað þá hefur þetta COVID-19 sýnt okkur að það vel hægt að undirrita stóra samninga, jafnvel milli heimsálfa, eiga samskipti við fólk og störf utan starfsstöðva. Og mín skoðun sú að ríkið eigi nú að fara í forgang með það að hafa störf án staðsetningar. Við í kjördæminu, við náttúrulega eigum að taka fullan þátt í þessu af því að við höfum fólkið og við höfum hugmyndirnar. En okkur vantar kannski meira þess að geta greitt götuna til þess að bæði hugmyndirnar nái að verða veruleika og að fólkið fái tækifæri og verkfæri í hendurnar til þess að framkvæma þær. Mín skoðun að fullvinnsla vöru eigi að fara sem mest fram í heimahéraði. Ég veit það svona í gegnum annað að til dæmis mesta fiski sem óunnin, hann fluttur frá Vesturlandi og þar og eftir frá Vestfjörðum. Þannig að það eitt og sér myndi til dæmis vera gríðarleg sóknarfæri atvinnulega séð ef að varan væri unnin meira heima í staðinn fyrir að flytja hana óunna út. Þetta skapar náttúrulega störf og meiri innkomu fyrir það heimasvæði. Mér finnst náttúrulega að við sem þjóð að þá eigum við að framleiða raforku fyrir okkar vegna og við eigum að framleiða okkar matvæli okkar vegna. Við eigum að framleiða matvæli á heilnæman-hátt og við þurfum að búa svo að sauðfjárræktarsvæði eins og Norðvesturland sem við höfum 27% af hlutdeild í sauðfjárrækt á Íslandi að bændur sem hafa lifibrauð af landbúnaði hafi tækifæri til þess að geta byggt hann upp. Við þurfum að fá að verða samkeppnishæf og við þurfum að eiga afganga til þess að ungt fólk vilji byrja í greininni. Það nefnilega þessu, það ekki nóg að vilja vinna við eitthvað, maður þarf að geta lifað af því líka og því miður þá erum við ekki alveg í þeirri stöðu í dag. Mér finnst alveg að verða á þróttum, þannig að það eitthvað svona alveg í lokin sem þú vilt koma að? Já, ég ætla að koma að inn á menntunina, það hún náttúrulega að mínu mati einn mikilvægasti þátturinn
sérstaklega eins og ég segi, við erum með þessa framhaldsháskóla og fjarnámslausnir. Ég lít svo á að menntun séu upplýsingar og fyrstu skref fólks til þroska og skoðun og sjálfstæðis. Og við þurfum að búa svo að mótunarár ung fólks byggist á jákvæðri líðan í samfélaginu okkar til þess að það geti séð sína framtíð. Takk fyrir mig. Glæsileg og lokaorð, takk fyrir þetta. Næst ætla ég að hleypa að honum Bjarna Jónssoni, en áður en ég gef honum orðið þá ætla ég að hvetja fundagesti til að koma spurningum áleiðis til frambjóðanda. Það best gert með að nota tjattið, þarna neðst niðri stendur tjatt og svona lítil talblaðra. Spjall náttúrulega á íslensku, en þetta allt á ensku, þannig hérna allavega hjá mér. Kannski eitthvað sem við ættum að huga að í tæknilæsi framtíðarinnar á íslensku all þessi tölvukerfi. En næstur í röðinni Bjarni Jónsson, gjörðu svo vel. Já, komið þið sæl. Ég heiti Bjarni Jónsson og alinn upp við búskap í Bjarnarhöfn á Snæfellsnesi, en hef lengst af búið að Hólum í Hjaltadal og sveitarstjórnarmaður, fiskifræðingur. Við erum til að fara hérna við nokkur atriði sem ég til skipta máli fyrir framtíð svæðisins, eða skipta sköpum, og ég vil sérstaklega nefna háskólan okkar, þess að Landsbjargarháskóla 3 Suðureyjum. Og ef við byrja á háskólanum á Bifröst, allt það tækifæri sem við höfum til að efla hann á sínum sérsviðum og leyfa honum að njóta þess frumkvæði sem hann hefur sýnt á sínum sérsviðum í námsframboði. Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri, það mikil tækifæri að efla hann enn frekar í umhverfiskenndum greinum og landnýtingu, og þá þarf að efla rannsókna og þróunarstarfi í búvísindum, meðal annars með því að flytja rannsóknarstarfsemina á Keldnaholti í Reykjavík og Hvanneyri og efla staðinn þannig enn frekar sem menntasetur. Nú, háskólan á Hólum, það þarf að styðja enn frekar við skólan á sviði menntunar og rannsókna í fiskeldi, menntun frumkvöðla í ferðaþjónustu og síðan metnaðarfullt nám í hestafræðum. Síðan skiptir skólastarf á öllum stigum máli. Leikskólar, grunnskólar, framhaldsskólar, öll menntun í heimabyggð skiptir miklu máli fyrir lífsgæði og val á búsetufólks. Það einn af lyklunum að fjölskylduvænu samfélagi. Þá vil ég sérstaklega tala aðgengi að góðri heilbrigðisþjónustu, óháð efnahag og búsetu, og atriði sem það skipta sérstaklega máli, það gott aðgengi að heilsugæslu í heimabyggð, aðgengi að sérfræðiþjónustu, trygga samgöngur, komast á bráðamóttöku á Akureyri eða Reykjavík eða Akranesi, viðhald flugvalla og búnaði til sjúkraflugs, ég nefni Blönduós, Hólmavík, Sauðárkrók og fleiri. Nú, aðstæður fyrir barnshafandi konur, sjúklinga og aðstandendur þeirra til lengri dvalar fjarri í heimili og kostnaðarþátttöku. Það þarf að huga sérstaklega að því, og þá ljóst að það þarf stór átak í samgöngubótum víðs vegar kjördæmið, sveitavegir liggja undir skemmdum, einbreiðar brýr þarf að fjarlægja, vegi milli héraða sem þarf að byggja upp. Góðar samgöngur og fjarskipti eru hornsteind byggðar allt kjördæmið. Fólk getur ferðast til vinnu eða fyrir þjónustu, sumir jafnvel unnið störf sín hvar sem Nú, atvinnulíf í kjördæminu byggir á matvælaframleiðslu og að vel sé búið að þeim atvinnugreinum og eins frumkvöðlastarfi og nýsköpun. Við verðum að standa með sjávarbyggðunum, með bændum og fjölbreyttri matvælaframleiðslu vítt og breytt kjördæmið. Fólk sem að skapa meira sjálft, styðja við frumkvöðla. Við sjáum hvað Kaja hefur gert á Akranesi, Pure Natura í Skagafirði, Vilko og Blönduósi, Skaginn 3X sem starfa bæði á Akranesi og Ísafirði, Mekka þjóðfræðarinnar á Hólmavík, spennandi uppbygging sem framundan á Skagaströnd, samtakamáttur Snæfellinga þjóðgarðinn Snæfellsjökul og það sem hann skapar. Það eru mörg verkefni í deiglunum víðsvegar kjördæmum sem þurfa stuðning og hvatningu. Ferðaþjónustan á eftir að dafna og svo margt fleira ef við styrkjum og stryggjum innviðina og byggða jafnrétti. Tækifærin eru sannarlega til staðar, við þurfum að skapa þeim farveg og rétt umhverfi til að blómstra. Takk fyrir. Þarna bara var klukkan mín að fara að hringja þegar að Bjarni Jónsson lauk máli sínu, þannig að ég held að hér sé á ferðinni fólk sem mjög gott á gott með að fylgja tímamörkum sem örugglega kostur víða í samfélaginu og kannski ekki síst þegar á að fara að halda ræður í púlt upp á Alþingi. Það ekki góður eiginleiki til að hafa þar. Við ætlum að byrja með spurningunum og ég með 2 hérna sem ég ætla að taka saman svona upp á að spara tíman og ég var búin að velja hér í handahófsröð
þann sem ætlaði að byrja í fyrsta spurningahringnum og fara svo í stafrófsröðina. Og það er hún María Hildur Mokk sem er númer 1 í þessari spurningaröð. Ég fyrir kannski örfáar mínútur til að hugsa þetta eftir ég les þetta upp. Þetta eru 2 spurningar. Ein nokkuð klassísk frá Hólmfríði Árnadóttur hvert sé mikilvægasta verkefni í samgöngumálum í kjördæminu að þínu mati. Og einnig hér spurning frá Ólafi Halldórssoni hvort að þið séu með á móti því að þvinga fram sameiningar sveitarfélaga með íbúatakmörkunum. Þannig að við skulum byrja á þessum 2 og gjörðu svo vel, María. Já, takk. Það er spurt sérstaklega samgöngur. Ég tel að við höfum verið aðeins of fastheldin á það sem heita vegir frá því að við uppgötvuðum vegina. Þannig að ég myndi gjarnan vilja sjá meira af samgöngum, hvort sem það eru ferjur eða annars konar samskipti milli þessara landshluta, til dæmis þvert yfir Hrútafjörð, þvert yfir Breiðafjörð, með minni faratækjum og helst þeim sem eru ganga fyrir vetni eða rafmagni. Ef þetta tengist hinni spurningunni sameiningar, hvort að ég þröngva fólki til þess að sameinast eða ekki, ég held að það ég ekki gera, en ef vilji fyrir hendi, þá á að auðvelda samvinnu og samruna með betri, þá gefa kost á betri samgöngum. Og eitt af því sem ég vil gjarnan sjá, það er að þessar nýja atvinnugreinar eins og fiskeldi, að það notfæri sér meira hafnir og útflutning. Ég vildi allra helst fá að sjá skipagöngur aftur í kringum landið sem sækja vörur. Miklu frekar heldur en að hafa það í flugi, hvað þá á vegum hver einustu 1000 tonn sem að koma upp úr sjó, vegna þess að ég held að við séum að skjóta okkur svolítið í fætuna með því að hafa allt á vegum. Síðan er það þetta með að knýja sameiningar. Við þurfum að halda vel á spilunum varðandi sameiningar, ekki síst á Vestfjörðum vegna þess hvað það er svakalega dreifbýlt og það er mjög erfitt fyrir fámenn sveitarfélög að verða ennþá víðfeðmari en þau eru núna. Þess vegna tek ég undir það að við þurfum að byggja undir nýja atvinnuvegi þar sem að fólk vill vinna til dæmis við nútímatækni en búa annars staðar en á stór höfuðborgarsvæðinu og það er ekki auðvelt. En óspjölluð náttúra og jafnvel menningar þjóðgarðar, þar að segja það sem mann er borgað fyrir að stunda gamaldags hefðbundinn búskap, finnst mér koma til greina, til dæmis búseta í Breiðafjarðareyjum, til dæmis á Ströndum, þar sem er bókstaflega lifandi menning, þar sem er stutt við það að halda við því sem var. Þannig að ég sé til dæmis fyrir mér það væri ekki slæmt að sjá Árneshrepp og þar umkring sem þjóðgarð sem að heldur uppi gamalli menningu og væri þá aðdráttarafl fyrir ferðamennsku. Þá er tíminn búinn og næst í röðinni er Nanný, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Fyrsta spurningin samgöngumál er svona samkeppnisspurning því að það er ekki hægt að benda á eitthvað eitt verkefni í samgöngumálum og því að það vilja allir fá bættari samgöngur í sínu nærumhverfi. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að horfa til samgöngumáls sem við myndum gera hér sem svona heild að við ættum að tryggja öruggar samgöngur og ættum að horfa til þess að vegir séu færðir niður af fjöllum og ættum að horfa á jarðgangagerð. Við ættum að horfa á þann þátt og við ættum að horfa á líka í samgöngum að það þarf líka að rafbílavæða landsbyggðina, ekki bara í kringum höfuðborgarsvæðið, þannig það er líka mikilvægur þáttur í samgöngumálum að tryggja það að það sé hægt að ferðast á rafbílum allt land. Og ef ég nefni svona kannski eitt samkeppnismál í samgöngumálum, að þá er mjög mikilvægt að tryggja viðveru Breiðafjarðarferjunnar Baldurs þannig að hún sé alltaf til taks, hún sé alltaf á áætlun og það sé bara ný ferja með 2 vélum sem að gangi og gestir þurfa ekki að búa við það að þurfa að vera borð í ferju í næstu sólarhringa því að
af því hún bilar, svona, svo við takja eitt svona samkeppnismál. Varðandi sameiningarmálin þá ég algjörlega á móti þvingaðri sameiningu. Mér finnst mjög eðlilegt að sveitarfélög og íbúar sveitarfélaga fái tækifæri til þess að ræða sameiningu, fái tækifæri til þess að vinna að því að sameinast, en það vinnst rosa lítið með lögþvingun. Þannig að eðlilegt að sveitarfélög og íbúar taki þetta samtal og vilji sameinast, því að lögþvinguð sameining sem byggir á íbúalágmarki, hún ekkert alltaf til góðs, því að þú getur verið með rosalega víðfemt sveitarfélag með mjög fáum íbúum og þeir græða mjög lítið á því að sameinast einhverjum sem langt í burtu og það ekki einu sinni heilsa á samgöngur á milli sameinast sveitarfélags. Þannig að þetta sameining þarf alltaf að vera á forráði íbúa, finnst mér. Takk. Læsilegt. Þá það Sigríður næst, gjörðu svo vel. Já, þetta voru 2 spurningar, ekki? Jú. Já, samgöngumálin og sameining sveitarfélag, lágmarksfjöldi. Sigurður Ingi bara. Já, ég held einmitt gott að vera eftir öðrum, en það náttúrulega erfitt að fara að nefna einhverjar forgangsröð. Það náttúrulega alltaf hættan því að einhver gleymist og svona. En ég held að þurfi bara að vera ákveðnar forsendur þegar verið að forgangsraða. Það í fyrsta lagi öryggismál. Hvar virkileg þörf á samgöngubótum út frá öryggissjónarmið fyrir íbúa. Og svo í öðru og þriðja lagi kannski, einhvers staðar óljóstu öðru og þriðja sæti. Þar það samgöngur innan sveitarfélaga, eins og talað varðandi þetta með stærð sveitarfélaga, að tryggja það að þú hafir í rauninni eitt atvinnusvæði í sama sveitarfélagi. Og svo langar mér líka að nefna það að ferðaþjónusta og atvinna, það ekkert endilega það sama þörfin þar í samgöngumálum. Mér dettur í hug til dæmis vegir sem eru utan þjóðvegar 1 en liggja að svona hálfgerð hringvegir eins og til dæmis Vatnsnesið. Þar gæti verið möguleiki að byggja upp flottan veg sem að þjónar þá bæði íbúunum og ferðaþjónustunni. Og til svona fyrirmyndi því gæti verið svokallaðir svona margarítuvegir í Danmörku. Þeir eru svona sérmerktir. En varðandi sameiningar að þá bara í orðinu bara að það eitthvað sé þvinga, þá náttúrulega líst manni nú svona sjálfkrafa illa á það, en ég veit bara að sameiningar geta verið slæmar og það geta verið góðar og ég held að það sé mikið breytt frá því sem við upplifðum til dæmis á Vestfjörðum 1995 og 6 þegar þær sameiningar stóðu yfir og ég held að þarna þurfum við að koma inn mikil krafa og bætur í íbúalýðræði. Það skiptir mjög miklu máli í þessu. Ég held að þetta sé bara gott í bili. Glæsilegt. Þetta var bara akkúrat þegar klukkan hringdi. Þá það næst Þóra Magnea, gjörðu svo vel. Takk. Já, varðandi samgöngunar, þá var ég nú að byrja að tala það áðan að varðandi öryggismálin, þá verði ég bara að segja það eftir að hafa starfað við öryggi í umferðarmálum í 10 ár og síðar að taka við líka því sem snýra að höfnum eða sjó og flugi, að þá get ég bara aldrei svarað þessu en öðruvísi en út frá öryggismálunum. Þó að Vesturlandsvegurinn sem liggur á milli, sá hluti sem liggur á milli Skagans og Reykjavíkur, eigi kannski ekki endilega við Norðvesturlandið allt, þá held ég að skipti bara gríðarlega miklu máli og við erum loksins að fá uppbygging á þeim veg. Og ég veit ekki hversu mörg banaslys sem þar hafa verið og reyndar út allt land því miður. Og þegar við erum að tala ferðaþjónustuna, þegar hún kemur aftur þá þurfum við að huga þessu líka þó við
sem að tala flug og skipin líka, þá eru bara mjög margir ferðamenn sem fara hérna vegina og þegar síðasta árin sem ég vann við þessi öryggismál, þá var helmingur þeirra sem lést í umferðinni erlendir ferðamenn og þeir fóru, þetta voru sem sagt bílslys. Ég hefði viljað skoða líka loftbrúna sem að þarf að þróa eitthvað áfram varðandi flugið. Ég tek undir með ferjuna Baldur og þessa flutninga alla saman, það á að vera alveg á hreinu og síðan vil ég fá þungaflutninga af þjóðvegunum. Með sameiningamálin þá tek ég undir það að íbúalýðræði, en ég vil að fólk bara fái þá þjónustu sem það á rétt á, sama hvar það býr. Ef að það þýðir sameiningu, þá þurfum við bara að hafa það þannig. Ég vil bara að fólk fái þessa þjónustu, en ég tek undir íbúalýðræði og fólk eigi að fá ráða, en ég vil að við höfum sama rétt, sama hvar við búum. Takk. Þá var tíminn akkúrat búinn. Takk fyrir þetta. Næst Þóra Margrét, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Varðandi samgöngurnar, þá eins og fleiri frambjóðendur þá hafa sagt að þá er rosalega erfitt að pikka út eitthvað eitt atriði vegna þess að í kjördæminu okkar sem er svo flenni stórt að þar eru svolítið mismunandi kannski áherslur upp á hvað vantar. Ég myndi vilja á Vestfjörðum sjá jarðgöng bara í gegnum hverja einustu heiði, bara koma jarðgöngum í gegn, tengja Vestfjörðuna saman. Fyrir Norðurland vest, það segja Húnavatnssýslurnar og það hér í kring að þar erum við kannski fyrst og fremst að búa við það að langstærstu hluti af okkar vegum hérna á þessu afmarkaða svæði eru malarvegir með algjöra lágmarksþjónustu, jafnvel þó að börn og fólk fari þessa vegi daglega til vinnu eða í skóla. Og þjónustan eins og ég segi lítil sem engin, þannig að ef ég ætti að taka þetta heilt yfir þá til framtíðar þá náttúrulega vil ég bara henda öllum malavegum burt, þetta á bara að verða malbik og ekkert annað. Varðandi sameiningu, ég vil aldrei þvinga fólk, ég alveg sammála Þóru Magneu, ég vil að fólk fái þjónustuna þar sem það býr, en að þvinga fólk til einhvers konar aðgerða til þess að það fái þjónustuna bara mjög röng nálgun að mínu mati. Já, kannski, þetta kannski, þetta var svona aðalpunkt þess að ég hef nú þetta að segja, þannig að ég ætla nú bara að segja takk fyrir mig. Þá það næst í röðinni Bjarni Jónsson, gjörðu svo vel. Já, takk ef ég byrja á sameiningamálunum. Ég byrjaði mína aðkomu að sveitarstjórnarmálum sem framkvæmdastjóri sameiningarnefndar í Skagafirði þegar voru sameinuð hérna 11 sveitarfélög. En það var vissulega frjálsum vilja og allir stóðu jafnfætis í þeim viðræðum og ég held að það sé líka lykillinn að því að sameiningin hefur margar tekist vel. Núna eru viðræður við Akrahrepps framundan sem ég nefni, annað sveitarfélag hér. Og ég held að það sé mjög farsælla við eigum þær samræður Akrahrepps á jafnréttisgrunni þannig að þessi ekki þvingaði til þess að tala við okkur eða eitthvað annan heldur við sem að gera þetta á þeim forsendum. Það hefur svona verið mín nálgun í þetta. Ég hef verið mjög svona lítið fyrir þvinganir og tengdar ákveðnum íbúafjölda og hvað setja mörkin þar og mælt gegn því í stjórn samtaka sveitarfélaga og þar hef ég haldið þessu viðhorfum á lofti. Ég sé sveitarfélögin líka til dæmis á Vestfjörðum sem eru mörg að velta þessu fyrir sér og sem hafa viljað vera sjálfstæð og til þess að ná árangur og til þess að sameina þessi samfélög ef það á að gerast, þá verður að gerast í góðri sátt og svona frjálsum vilji. Ég held að það sé farsælast en það þarf að efla sveitarstjórnarstigið, þá þarf að sameina fleiri sveitarfélög en við þurfum að gera það á sem hagfelldastan hátt. Varðandi samgöngurnar, þá held ég verið byrjað að nefna safn- og tengivegina sem eru meina ónýttir allt kjördæmið að búa að sinna þessu viðhaldi mjög illa undanfarin ár og eiginlega bara skelfilega. Það þarf að gera átak í því, stór átak, einbreiðar brýr sem þarf að fjarlægja og ég nefni til dæmis Ylstrandaveginn og síðan það bara sérstaklega vegið þar sem er að aka með skólabörn daglega til sveita. Ég held að það þyrfti að vera í sérstöku forgangi líka bara öryggismálalega vegna
og það má nefna endalaust sjálfsagt eitthvað svæði, uppsveitir Borgarfjarðar, Hegranesi, Þingeyrarveginn, Barðaströndir sem skiptir gríðarlega miklu máli líka fyrir bara að koma vörum á milli og samgöngur. Breiðafjarðarferjan hefur verið nefnd hérna sérstaklega og Vesturlandsvegurinn og breikkun hans skiptir máli alla leið upp í Borgarnes og sjálfsögðu. Ég hef verið sérstaklega talsmaður þess að gera heilsársveg Skógarströndina og náði að flytja þingmál það þegar ég kom inn sem varaþingmaður, að það myndi tengja saman byggðarlagið mjög við Breiðafjörðinn og verða mikið lyftistöng fyrir samfélagið þar held ég, alla þjónustu og jarðgöng þar sem að þeim á við koma og eru framkvæmanleg. Ég held að það sé, og við erum að sjá hvað það hefur verið gríðarleg bót eins og fyrir vestan. En því miður hefur bara alltaf litlu fjármuni verið varið í samgöngur og ekki síst hér á þessu svæði og það gengur ekki til dæmis að nú verður kannski peningandi settir í Bakkafjörð sem hefði annars farið á Vatnsnesið. Þannig vil ég ekki að fólki sé stillt upp hvert gegn öðru. Takk. Kærar þakkir fyrir þetta, Bjarni. Þá var það Lárus, gjörðu svo vel. Já, þetta alveg dúndrandi góða spurningar. Ég ætla að byrja á því að fara að svara spurninguna varðandi sameiningar. Ég sagði ykkur áðan að ég var nú þannig að ég myndi tala beint bara inn í málin og ég ætla að gera það. Ég er hlynntur því að löggjafinn setji reglur lágmarks sveitarfélaga, lágmarks íbúafjölda með einhverjum fyrirvara, en það þarf að vera hvatning til þess að sveitarfélögin sjá sér hag í því. Við erum átt okkur á því að Samband íslenskra sveitarfélaga ályktaði með því að setja einhvers konar reglur. Mér sýnst nú að menn á þingi vera að renna rassinn með þetta. En hér er næsta sveitarfélag við Stykkishólm til dæmis, er sveitarfélag sem eru rúmlega 60 manns. Og með þjónustustíði sem á að veita, og ég þekki mjög marga sveitastjórnarmenn sem myndi vilja að þessi kartöflur bara á þessi kalegur eru bara tekin að þeim. Og þetta hefur verið gert víða annars staðar í öðrum löndum að setja ákveðnar reglur. Þetta bara getur ekki gengið, það er bara þannig. Og ég er bara að tala hreint þetta eins og ég vil gera gera. Takk. Varðandi samgöngumál þá er þetta líka alveg dúndrandi spurning. Við förum öll að svara, bara þetta er náttúrulega hvernig næst okkur og ég vil taka til dæmis þetta nýja mál með Breiðafjarðarferjuna. Við höfum auðvitað að reyna að taka þungaflutninga af vegunum. Við höfum að hugsa öryggismál, við höfum að hugsa einbreiðarbýr og malarvegi og ekki síst eins og kom þetta fram varðandi þegar að vera með skólakeislu á börnum yfir harða vetur. Þetta þarf að vera í lagi og þarna áherslan að liggja. Þetta hefur verið ágætis í rauninni farvegur hvernig þessu við stilt upp eins og hérna Sambandi sveitarfélaga á Vesturlandi. Það er samgöngunefnd sem að forgangsraðar. Ég er persónulega rosalega spenntur fyrir því að við færum hérna í Skógarströndina. Ég er nýbúinn að gera Dýrafjarðargöngin, aldeilis frábær. Það er verið að vinna í Dynjandisheiðinni, það mun tengja Norðurfjörðina við Suðurfjörðina og svo öfluga ferju. Þannig að þetta er eilífðarverkefni en það er svolítið stórt verkefni líka inn í framtíðina að gera okkur kleift að keyrum á rafbílum hvert sem við viljum fara. Það er svona, ég er að velta fyrir mig hvort að við erum að verða eftir á því það sem að 65% af nýskráningum bifreiða eru rafbílar. Þannig að þetta var góðar spurningar. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus, og þá er það Lilja Rafni næst, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Kannski byrja á sameiningarmálum að ég var oddviti mínu sveitarfélagi í Suðureyjarhreppi þegar við sameinuðumst í Ísafjarðarbæ og það var að fúsum frjálsum vilja og ég vil hafa það þannig að það sé gert að fúsum og frjálsum vilja. Nú er til umræðu til dæmis í Austur-Húnavatnssýslu að sameina og mér er sú vinna sem hefur verið kynnt okkur þingmönnum líta vel út og gott ef fólk er að vinna þetta á eigin forsendum. Og það þarf auðvitað að koma með þá einhvað gott innlegg af hálfu ríkisins inn í slíkar viðræður ef af þeim á að verða að sameining verði og þá er þetta það samgöngumálin sem brenna á fólki að samgöngur sé sem bestar svo að gott aðgengi sé innan sveitarfélagsins. Það er númer 1, 2 og 3. Og varðandi samgöngur almennt þá held ég að við öll sem eru hér frambjóðendur viljum að samgöngur eflist í þessu kjördæmi og sem betur fer hafa þeir verið að eflast eins og hefur verið nefnt hérna jarðgangaframkvæmdir og það hefur verið tvöfalda framlag í tengivegi
og við eigum enn mikið verk eftir eins og við vitum og við vitum þá óhöpp sem var hjá Breiðafjarðarferjunni Baldri og þar tel ég að það sé algjörlega þörf á nýrri ferju til framtíðar og þarf að gera þessa samfellu hringveg Vestfirði og yfir Breiðafjörðinn og að klára þessa tengivegi í uppsveitum Borgarfjarðar og í Húnavatnssýslum og á Norðurlandi vestra. En ég tek undir það sem Lárus nefndi að það mikilvægt að þessar samgöngunefndir innan landshlutasamtakanna forgangsraði verkefnum og ríkisvaldi vinni út frá því. Ég tel það vera mjög mikilvægt og ekki gott ef að menn þurfa alltaf að vera innbyrðis að slást forgangsröðun. Ég mjög hlynnt jarðgangaframkvæmdum sem segir sig sjálf og bæði Álftafjarðargöngin og göng á sunnanverðu Vestfjörðum. Mér finnst að við þurfum að gera átak í jarðgangamálum. Þau skipta miklu máli og spara okkur til lengri tíma og orkuskipti í samgöngum bæði til í sjávarútvegi og í bifreiðum að það verður bara hröð þróun í þeim málum og við verðum að vera í takt við það landsbyggðin að innviðir sé til staðar svo við getum nýtt okkur þessa hröðu þróun sem í rafbílavæðingu í landinu og þar megum við ekki vera eftirbátar sem búum út á landi og þar þarf að spýta vel í lófana. Glæsilegt, takk kærlega fyrir þetta Lilja. Hér eru samgöngumál greinilega áberandi umræðuefni og hér verið að spyrja út í einstaka framkvæmdir og afstöðu frambjóðenda til einstakar framkvæmda. Ég ætla nú að vera með spurningar bara í 2 hollum en þetta skot gengur og frambjóðendur eru svo duglegir að halda tíman að ég hef ákveðið að taka 2 holl í viðbót og taka svona nokkra knippur af spurningum vegna þess að það er bara svo mikið af góðum spurningum hér frá fundargestum og til þess nú leikurinn gerður að eiga hér samtal við fundagesti. Bara svona sem dæmi, ég ætla nú ekki að fara að eyða spurningunum í það sem hefur verið nefnt hérna á sviði vegagerðar og þið kannski stingja á baku eyrað, það vegur Teigsskóg, það göng á sunnanverðum Vestfjörðum og Álftafjarðargöng. Þetta svona það sem að fólk hefur verið að nefna hér helst í samgöngumálunum en fólk var svo sem búið að fara yfir það ansi vel, þannig ég ætla nú kannski aðeins að nýta næsta holla spurningum í umhverfismálin. Þau virðast vera talsvert fyrirferðarmikil hér. Hér spurt hugmyndir Breiðafjarðarnefndar að stækka verndarsvæði Breiðafjarðar og tillögu Umhverfisstofnunar þjóðgarð á sunnanverðum Vestfjörðum og einnig spurt aðgerðaáætlun ríkisins í loftslagsmálum og tækifæri sem að felast í henni fyrir kjördæmið og svo afstæð ykkar til skógræktarmála og tækifæri á sviði skógræktar í kjördæminu. Þetta eru svona kannski þau sem að svona í þessu knippi sem að tengjast beint svona umhverfisvernd og tengdum málum og við kannski svona reynum að taka það saman. Við sjáum hvort við höfum meiri tíma fyrir samgöngumáluna eftir en það ljóst að þau brenna hér á fundagestum. Og fyrst í þessu spurningahorli Sigríður Gísladóttir, gjörðu svo vel. Já, geturðu nokkuð endurtekið við. Það voru umhverfismálin. Það Breiðafjörðurinn og tillögur stækkun verndarsvæðis Breiðafjarðar. Já. Ég bara fer með þetta fyrir alla. Já, hvað finnst þér? Það þjóðgarður á sunnanverðum Vestfjörðum. Það aðgerðaáætlun ríkisins í loftslagsmálum og tækifæri fyrir kjördæmið og tækifæri í aukinni skógrækt á Norðvesturlandi. Þetta svona kannski þetta sem tengist og fólk svona velur bara það sem á því brennur í þessum umhverfisflokki. Takk fyrir. Já, mér langar að byrja hérna á varðandi aðgerðaáætlun loftslagsmálum og hvað getur Norðvesturkjördæmi gert eða hvað getum við gert og ég held að fyrir okkur skiptir máli að hugsa kolefnisbindingu og þá leiðir það mig að skógræktinni því að hún náttúrulega skiptir máli og skiptir miklu máli í því að binda kolefni. En að sama skapi þarf að hafa í huga varðandi skógræktina að vernda vistkerfi. Við megum ekki
rækta skó og vera með útrýma mófuglum. Orkuskipti skipta miklu máli, til dæmis í þungaflutningum og líka bara í almennum samgöngum. Og það eitt atriði sem að mér finnst oft gleymast í dreifbýlinu og það eru almenningssamgöngur og mig langar að sjá mikið átak í almenningssamgöngum milli svæða innan sveitarfélaga og það þurfa að vera opinberir styrkir til að hægt sé að gera það þannig að það sé óháð því hvort að Sjálfstæðisflokkurinn sé við völd og vilja allir keyra í sína dísilbíla yfir heiðarnar eða ekki. Þannig að það tel ég sé mjög mikilvægt og það er bara þjóðfélagslega hollt, sitja í strætó. Já, svo var það Breiðafjörðinn. Breiðafjörður og þjóðgarður á sunnanverðum Vestfjörðum. Það eru svona þessar ég er spurningar. bara verulega hlynnt þjóðgörðum og ég held að við sjáum fram á það að við séum að verða kjördæmi sem er með flesta þjóðgarða á landinu, Hálendisþjóðgarður og Vestfjarðaþjóðgarður og Snæfellsnesþjóðgarður og ég held að þetta séu bara verkefni sem að við getum þróað og bara byggt upp. Nú svo er það vegagerð í Teigsskógi og Hvalveiðar. Ég er hlynnt allri góðri vegagerð og það er bara jákvætt, það er bara byrjað á þessum vegi og Hvalveiðum er ég nú ekkert sérstaklega hlynnt. Ég held að ég sé með listan tæmdan og tíman búinn eflaust. Takk fyrir þetta. Já, það er heitt kartöfla að spyrja um hvalveiðarnar. Ég gleymdi nú að nefna þær. Það eru nú líka þarna svona á þessu umhverfisverndarófi en við erum nú líka með nokkrar atvinnutengdar svona fiskveiði og aðra spurningar á eftir þannig að ég kannski reynir svona að knippa þessu saman en við höldum okkur svona við umhverfisverndinni í þessu holi og næst í röðin er Þóra Magnea að gera svo vel. Já, þetta eru stóra spurningar. Ég ætla að leyfa mér að tala umhverfismálin og mér finnst gríðarlega mér skipta miklu máli að heimaaðilar taki þátt í að móta slíkar stefnur en ekki kannski endilega stýra öllu kannski frá okkur ákveðnum hæðum í Reykjavík. Mér finnst, nú er maðurinn minn eitthvað að fara að gera hérna sem er að trufla hljóðið, en mér finnst þetta sem hér hefur komið fram skipta gríðarlega miklu máli eins og þegar að tala um rafbílavæðingu og ýmislegt annað. Þetta bara skiptir sköpum fyrir allt landið, þessi orkuskipti sem eru náttúrulega í samþykktinni sem er loksins búið að samþykkja og hún er líka fjármögnuð. Mér langar aðeins að tala Breiðafjörðinn og ég var aðeins að lesa mig til friðun. Ég er hlynnt friðlýsingum en Ísland er langt á eftir í friðlýsingu hvað varðar í sjó og það er ábyggilega einhverju fleiri hérna sem að vita það betur en ég en þetta var nokkuð nýtt fyrir mér. Ég hafði ekki skoðað málin út frá þessu. Og þá er meðal annars verið að pæla í friðlýsingum í Breiðafirði. Hvað varðar þjóðgarða þá er ég er hlynnt þeim. Ég held að það skipti gríðarlega miklu máli fyrir okkur öll og fyrir alla sem vilja sækja okkur hingað heim. Ég man ekki alveg nákvæmlega, þetta var eitthvað svo mikið, þetta var risastórt allt saman. Hvalveiðar, ég nú sem alveg Siggu, ég bara segi nei við því. Já, ég held ég að gleyma ykkur eða þetta er svo mikið. Þetta voru svolítið margar spurningar en ég held að þetta sé nú bara komið og tíminn búinn. Er þetta ekki bara fínt? Forgangsraðar þessum spurningum bara út frá sínum svona áherslum en þetta tengist allt náttúru og umhverfisvernd með einu og öðrum hætti og næst í röðin er Þóra Margrét, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Ég ætla að byrja að koma inn á varðandi loftslagsmálin svona sem slík, svona í heild sinni bara.
En hvað ég segja, mér náttúrulega finnst að sko orku á Íslandi yfir höfuð, það náttúrulega á að vera fyrir okkur og það kemur mjög sterkt inn í loftslagsmálin sko. Og ég tel að það eigi að afnema það leyfi íslenskra stjórnvalda að þau hafi heimildir til að selja loftslagskvóta út sem að kemur íslenskri þjóð ekki vel til svona ánafninu til. Loftslagsmál og kolefnisbinding. Kolefnisbinding er málefni dagsins í dag. Skógræktin náttúrulega kemur gríðarlega sterkt þar inn og skógrækt á Norðvesturlandi hefur gríðarleg tækifæri í sér. Bæði til skógræktar, til loftslagsmála og eins til skógræktar varðandi atvinnusköpun. En varðandi skógræktina sem slíka sko, þá þarf náttúrulega að gæta að þessu vistkerfum. Skógrækt breytir vistkerfum, hún breytir loftslagi, plöntum, gróðri og ég tel mjög mikilvægt líka að við séum ekki að taka inn trjágróður sem er ekki endilega íslensk. Hvað ég segja? Við höfum ekki að búa til útlendan skóg í íslenskri jörð. Þannig að mín skoðun að við þurfum að horfa svolítið mikið á það. Varðandi þjóðgarð á sunnanverðum Vestfjörðum, var það ekki rétt hjá mér? Ég sé tækifæri fyrir að hann sé opnaður þar. Þú veist, mér fór á Snæfellsnesi í sumar og fór meðal annars upp á Snæfellsjökul og ég sé bara allt það sem búið að gerast þar á síðustu 10 árum og það er náttúrulega bara frábært. Mikið af þessu hefur byggst upp í kringum þjóðgarði. Varðandi hvalveiðar, ég veit það ekki. Ég er beggja blands, ég skal alveg viðurkenna það. Hvalir eru fallegir, þeir eru aðdráttarafl túrista, en það er kannski allt í lagi líka að nota markaðinn og veiða innan skynsamlegra marka. Og já, ég held að þá sé kannski komið bara. Takk fyrir mig. Þá er þetta knippi komið, þetta skot gengur og við höldum okkur við umhverfismálin, loftslagsáætlun stjórnvalda í kjördæminu, Breiðafjörðinn, hvernig við getum, hvort við erum að stækka verndarsvæði þar, þjóðgarður á sunnanverðum Vestfjörðum og sýnist mér nú hvalveiðarnar vera komnar á dagskrá. Ég ætlaði nú svona kannski ekki að fara að kveikja einhverjum heitum debatt en þetta er nú kannski svona já, nei eða kannski, þannig að það er svona kannski minnast á það í lokin. En næst er Bjarni Jónsson, gjörðu svo vel. Já, takk, það er spurning hvað ég að byrja í þessu, með enda. Ég er hlynntur jarðgöngum á sunnanverðum Vestfjörðum, ég finnst áhugavert að athuga með Álftafjarðargöng. Ég er hlynntur því að koma á þjóðgarði á sunnanverðum Vestfjörðum, ég þykir það spennandi. Varðandi hugmyndir sem að snerta Breiðafjörðinn og Ramsarsvæði, þá leggja áherslu á að allt slíkt sé unnið í nánu samstarfi við heimamenn og í góðri sátt. Það er lykillinn að því að ná árangri eins og við sjáum með Snæfellsþjóðgarðinn. Þannig að það er algjört lykilatriði ef það á að ganga. Nú varðandi skógræktina, hana þarf skipuleggja vel. Ég vil verja ræktarland til landbúnaðar nota til framtíðar og líka gæta hvaða tegundir verða að nota og þá hvar. Skógrækt á ekki alls staðar heima, þannig að það þarf bara að vanda sig í þessu öllu saman. Nú, varðandi veiðar á villtum spendýrum, ég bara svari svo óbeint, ég er alinn upp við selveiðar í Bjarnarhöfn, við veiddum nokkra seli á ári, nokkra kópa á ári, seldu skinnin og borðum kjötið og mér fannst það vera svona bara sem náttúrubarni verða að nytja landið eins og við gerðum og svo sem ekki vera það. Það kom hér sérstök spurning sjókvíaeldi, vildur ræða það á eftir, Oddný? Já, við tökum aðeins atvinnu, landbúnað, sjókvíaeldi og svona atvinnutengt mál og raforku og ýmislegt annað þarna í lokin. Þannig að við höldum okkur kannski við náttúrumálin og ef að fólk er með einhver sérstakar skoðunar á þessum samgöngubótum sem nefnda sérstaklega. Já, ef allir ég sé nokkuð bara segja það meir í bili. Takk. Glæsilegt, það var 10 sekúndur eftir, svona að gera þetta. Það var að Lárus næst, gjörðu svo vel. Já, ég ætla að byrja hérna á
spurningunum stækkun verndarsvæðis Breiðafjarðar. Þekki þessa umræðu nú talsvert vel, hún búin að vera í bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar fyrir nokkrum mánuðum og erum búin að sitja í bæjarstjórn Stykkishólmsbæ í 15 ár. Ég ekki endilega hlynntur því að við förum að stækka verndarsvæði, ég hlynntur því að við gerum meira úr því sem við erum að vernda. Við erum nýbúin að taka umræðu hvort að ég koma svæðinu inn á UNESCO viðurkenningu eða Ramsar. Ég rosalega heitur fyrir því að það svæði sem verndarsvæði í dag verði gert að þjóðgarði í samstarfi við heimamenn og þá sem að nýta. Mér sýnist nú samt í umræðunum þjóðgarð almennt þurfa að skýra betur út jafnvel og finna niðurstöður því að þetta náttúrulega gríðarlega merkilegt svæði sem búið að vera að nýta mjög mikið í aldanna rás en mikil tækifæri held ég í því að gera þarna þjóðgarð eins og maður sér tækifærin á að blómstra þarna vestur og Snæfellsnes þjóðgarði. Nú varðandi þjóðgarð þá á Suðurfjörðunum, ég þekki nú ekki þá umræði með mikið en það náttúrulega var nú bara núna í byrjun mars sem að Guðmundur Ingi Guðbrandsson okkar góði umhverfisráðherra friðlýsti Látrabergið. Það var gott skref og ég veit ekki hvernig á að halda áfram með það. Það allavega eins og annað að vinna í sátt við heimamenn eins og hægt þó þarf stundum að taka af skarið og taka ákvarðanir sem eru kannski ekki endilega allir glaðir með en ef við erum að teljum að við sem að vinna fyrir framtíðina og stefnu flokksins þá hefur við ekkert rög við það. Nú hvert voru við komin núna líka loftslagsmáli já við það komið bara að halda áfram á þessari vegferð og ekki hægja á henni heldur frekar hraða. Við þurfum að vera með kolefnisbindinguna áfram og orkuskiptin hraðar og það komið inn á samgöngur varðandi að við getum keypt á rafbílum og svo framvegis þannig að fulla ferð áfram þar, skógrækt líka. Ég líka gert varhug við hvaða tegundir eru að nota og hvernig það er að gera þetta. En við þurfum að horfa á þetta líka í stærra samhenginu. Það er svolítið skrítið að við skulum að ræða. Ég er að planta litlum skógum á meðan að vera að höggva regnskógann á hverjum degi stór svæði. Þannig að þetta er svona miklu stærra samhengi. Já, ég held að þetta sé bara tíminn bara var að líða hjá þér, Lárus. Og þá er það Lilja Rafni næst, umhverfismál og loftslagstækifærin. Já, takk fyrir það. Kannski byrja á þessu varðandi stækkun á verndarsvæði Breiðafjarðar. Ég tel að það eigi að vinnast með heimamönnum og okkar færustu vísindamönnum og bara styðja það verði unnið áfram og fáist einhver svona niðurstaða í þeim málum sem menn geta verið sáttir við. Ég tel það vera mikilvægt að halda áfram með þeirri vinnu. Varðandi aðgerðaáætlun ríkisins í loftslagsmálum, þá hafa þessar höfuðatvinnugreinar okkar, sjávarútvegur, landbúnaður, sett sér stefnu í þeim málum og svo vinna er farin á fullu af stað og ég held að það eigi eftir að þróast bara mjög hratt og gott að þessar greinar sjálfar hafa sett sér markmið í þeim efnum. En eitt af því sem við getum gert og ég hef talað fyrir lengi og haldið á lofti, það er að við séum að draga úr innflutningi á matvöru þegar við erum að spara kolefnissporin með því að það sem við framleiðum hér innanlands, nú neytum við hér innanlands og séum ekki í þessum gífurlega mikla innflutningi á landbúnaðarvörum og þar þurfum við að spyrna enn frekar við fóti og okkur tókst það að draga úr þá þessum innflutningum með að breyta útboðum í þessum vonda tollasamningi sem var gerður fyrir nokkurum árum að ákveðnum flokki sem ég ætla ekki að nefna. En það er líka eins og var nefnt hérna áðan af henni Þóru Margréti útflutningur á óunnum fiski. Það er gífurlegur útflutningur á óunnum fiski og það kemur líka inn í kolefnisspor og loftslagsmál. Ef við myndum bjóða þennan fisk upp á markaði hér innanlands og vinna hann hér heima, þá værum við að leggja okkar innlegg inn í loftslagsmálin með mjög miklum hætti og við erum búin að fjalla mjög mikið þetta í atvinnuveganefnd og ætlum að koma með tillögur þess efnis þvert á flokka. Og varðandi þjóðgarða sunnanverðu Vestfjörðum, þá er ég hlynnt því að það verið unnið og er verið að vinna það með heimamönnum og Ísafjarðarbæ. Og svo vinna er í gangi og það þarf að haldast í hendur við innviða uppbyggingu og ég er hlynnt í að auka skógrækt en við þurfum að vanda okkur þar og það þarf að horfa til flokkun lands. Við erum líka með atvinnuveganefnd
umfjöllun jarðalög, þar sem verið að tala flokkun lands og hvað fer undir landbúnaðarland og hvað undir skógrækt og hvað matvælaframleiðslu. Allt þetta mikilvægt að við skilgreinum þetta vel og kannski að þegar við erum að tala umhverfismál þá fannst mér mjög spennandi hjá þeim sem í Austur-Húnavatnssýslu að tala sameiningu að þau vilja koma á umhverfisakademíu á Húnavöllum og ég held að það sé mjög spennandi verkefni ef það tækist að gera það. Takk fyrir Lilja. Næst í rauninni María Hildur Mokk, gjörðu svo vel. Takk. Ég þakka kærlega fyrir þessa spurningu sem fjallar flutning á orku. Ég minntist á það á seinasta fundi að mér finnst... Við tökum raforkumálin, fiskeldið og smá landbúnað í næsta holli. Við ætlum að bæta við einu holli. Allt í fína, ég hélt að það væri núna, þá er það umhverfismálin. Friðlandi í Breiðafirði og loftslagsaðgerðaáætlun og þjóðgarður og sunnanverðu Vestfjörðum meðal annars skógrækt. Varðandi friðlandið í Breiðafirði að þá tel ég að það hafi, Breiðafjörður hefur verið nýttur sem mikil matarkista í 1000 ár. Þannig að það að alfriða fjörðinn væri í raun og veru afturför vegna þess að honum tengist allskyns mannlíf og vinnu, aðferðir og slíkt sem að mér finnst að þurfi jafnframt að halda í heiðri á einhvern hátt. Þannig að ég er mjög ánægð með að tillögur skuli vera komnar upp það að gera meira friðland í Breiðafirði. En þjóðgarðar nútímans þeir eru í raun og veru ekki að setja landsvæði og menningu í formalín heldur miklu frekar að halda því einhvern veginn lifandi og Breiðafjörðurinn mjög öflugt svæði. Hins vegar kemur á óvart hvað það er lítið til af rannsóknum Breiðafjörðinn, lífríki Breiðafjörður og svo framvegis. Þannig að þar þarf að byggja upp öflugt rannsóknarstarf. Síðan varðandi skógrækt, það er líka hægt að rækta skóg í sjó og þið kannist við hugtakið súrnun sjávar. Það er vegna þess að það er of mikið af koltvísýringi sem leystur upp nú orðið í sjónum. Það er hægt að snúa því við með því að rækta bókstaflega þörunga, stórþörunga. Og þess vegna minnist ég aftur á það að varðandi stýringu á fiskeldi og sjókvíaeldi þá er mjög æskilegt að hafa einhvers konar ákvæði það að það þurfi í raun og veru að rækta þang og þara í kringum slíkt eldi og taka það upp og nýta sem jarðvegsbæti. Varðandi skógræktina, þá að því að ég nú formaður skógræktarfélagsins á Reykhólum, endurreisti það fyrir 3 árum, það er eitt sem mér finnst áberandi, það er að á landinu er 1 eða 2 gróðrarstöðvar. Það er allt og sumt. Og við erum í raun og veru að flytja til Vestfjarða og annars staðar þvers og kruss yfir landið ungplöntur sem jafnvel eru aldar upp á svæðum þar sem eru komin nýjar plágur og skordýr sem ekki hrjá til dæmis Vestfirðinga. Þetta þarf að skoða mjög vel. Takk hérlega fyrir þetta. Þá er það hún Nanný, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Ég ætla að byrja hérna á aðgerðaáætlun í loftslagsmálum. Ég held að fyrst og fremst sé mjög mikilvægt að halda uppi orðræðinu aðgerðaáætlun í loftslagsmálum. Þannig að sveitarfélög séu með meðvituð þessa aðgerðaáætlun þegar til dæmis vinna sínu aðalskipulagi og setji þá inn í sína vinnu hvar á að rækta skóg, hvar á að endurheimta votlendi, hvar á að halda við upprunalegri náttúru. Við getum einnig notað þessa umræðu til þess að lagfæra fráleiðslu í sveitarfélögum sem er mitt uppáhaldsmál. En sjórinn er náttúrulega gríðarlega mikilvægur fyrir Norðvesturkjördæmi. Ég held að nánast öll byggðarlögin hafi aðgang að sjó, þannig að það er mjög mikilvægt fyrir okkur að vernda það svæði líka og þessi aðgerð núna ríkisstyrkur í að byrja að lagfæra fráreynslu sveitarfélaga held ég sé mjög mikilvægt fyrir minni sveitarfélög til þess að fara af stað, þó er ekki nema til þess að fara í hönnun og svo vonandi verður þessi styrkur áframhaldandi þannig að sveitarfélögin gerir þetta fullri alvöru. Svo er náttúrulega líka mikilvægt að halda uppi umræðinu
verndun dýra í útrýmingahættu og að við stígum þar inn. Hér höfum við, og hérna kem ég kannski inn á mjög viðkvæmt svæði, hér höfum við til dæmis mjög gott aðgengi að villtum ref í friðlandinu Hornströndum, sem svo sem ekki útrýmingarhættu á Íslandi en í útrýmingarhættu í heiminum. Og við ættum að geta aðskilið umræðan að hérna, leyfa dýrum að vera friðuð þar sem þau eru friðuð og þó þau séu ekki kannski á vinsældalistanum annars staðar á landinu. Varðandi þjóðgarða sunnanverðum Vestfjörðum þá ég mjög hlynnt þeirri vinnu. Mér finnst þetta hafa verið vel unnið og hérna, gert í sátt við íbúa og verkefni mjög opið, verkferlarnir mjög opnir þannig að fólk hefur mikið aðgengi að því sem er verið að gerast og ég held að eyði tortryggni því að sérstaklega hér á Vestfjörðum mikil tortryggni í garð friðlands í þeirri umræðu sem hefur verið undanfarin ár. En ég held að þessi vinna sem hefur farið fram núna í vetur hafi verið bara mjög skilvirk og góð. Takk fyrir þetta, Nanný. Þá ætla ég að leyfa hér spenntum fundagestum sem að spyrja svona frábæra spurninga og fólki sem hefur verið svona duglegt að halda tíman hér, frambjóðendurnir, að taka síðasta hollið og í þessu holli áður en ég byrja að lesa spurningarnar svo að við komum ekki að byrja að undirbúa sig. Þá byrjum við á henni Þóru Margréti og förum svo stafrófshringinn. Þetta eru spurningar raforkuverðið og eins og þið þekkið, þetta mikla mismun á því og hvaða aðferðir þið sjáið fyrir ykkur til þess að jafna þennan mun á raforkuverði á svæðinu. Svo það fiskeldið, þar verið að spyrja út í sjókvíaeldið sem umdeilda atvinnustarfsemi og hvernig megi svona halda utan það skipulag á þeirri grein eða einhvern veginn halda betur utan löggjöfina þannig að minnka megi líkur á óhöppum og erfðablöndun við íslenskan lax. Svo það landbúnaðurinn, þar verið að spá í kjörum bænda sem hafa farið hríðversnandi, sérstaklega þeirra sem í kjötframleiðslu á seinustu misserum og hvort það sé hægt að grípa til einhverja aðgerða til að bæta stöðu þeirra og fólk sem hefur sem hefur reynslu á þessu sérstaklega hvað til að taka til máls. Svo það lokum Vestfirðina og flugsamgöngur, hvort að þið sjá fyrir ykkur tækifæri því að veita ykkur fyrir því að þar verði flugbraut sem að stærri vélar gætu lent á, bæði beint flug til útlanda til dæmis með verðmæti og erlenda markað og annað slíkt. Þetta sennilega þá hugsað til þess að koma aflanum fyrr á markað erlendis. Þannig að við látum þetta hol rúlla og það áfram 2 mínútur og það hún Þóra Margrét sem fyrst. Gjör svo vel. Þóra, já. Takk fyrir það. Ég ætla nú bara að taka þetta svona í þeirri röð, byrja á raforkunni. Mín skoðun nú sú að raforkuverð þarf að jafna á heilt yfir landið. Þetta svona atriði sem að skiptir máli fyrir íbúana, varðandi búsetu og fjármagn. Ég sé alveg fyrir mér í þessu möguleika að sameina að einhverju leyti þessi raforkubú og til þess að jafna út einhvers konar frekari niðurgreiðslu til kaldra svæða, það væri alveg opið líka. En eins og segi, raforkuverð þarf að jafna þó væri ekki með annað en tilliti til jafnræðis fyrir búsetu. Varðandi fiskeldi, ég hef fullan skilning á því að fiskeldi á Vestfjörðum gríðarlega stór atvinnugrein. Ég hins vegar mjög hlynnt verndun fyrir íslenska laxastofninn og myndi nú kannski fyrstu þrepum vilja sjá sem sé að það nýttur eingöngu ófrjór lax í þetta eldi en ekki frjór. Og að mínu mati þá þarf að koma inn frá löggjafanum sterkara kannski svona regluverk í umgjörð í kringum allt eldi. Hvort sem það kæmi eitthvað á land eða hvort það í sjókvíarnar verður opnar, sjókvíarnar verður lokaðar. Að mínu mati þá vantar betri regluramma nýtingu
á landi og nýtingu á auðlind náttúru. Kjör bænda í varðandi kjötframleiðslu. Ég bind nú reyndar rosalega miklar vonir við breytingar í þessu þar sem að búgreinafélögin voru í gær að sameinast bændasamtökunum í sterkari heildarsamtök fyrir bændur. Fyrir bændur þá skiptir náttúrulega afurðastöð miklu máli. Það skiptir máli fyrir bóndan að koma sínum gripum til nýtingar og fyrir gripin þá skiptir það öllu máli að þurfa ekki að fara gríðarlega langan veg til þess að fara í slátrun. Ég myndi nú kannski ganga lengra í því og ég myndi vilja sjá leyfi fyrir afurðastöðvar að hafa samtal meira sín á milli varðandi sölu á kjöti áfram. Svo heimavinnsla sem að rauninni mjög góður kostur fyrir smærri framleiðendur, fyrir stærri sauðfjárbú þá tel ég það ekki ná inn. Er ég búin? Það kominn tími, ekki nema að vera einhver sérstakar skoðun á flugbraut á Vestfjörðum fyrir stærri vélar. Já, nei, ég skal bara viðurkenna það, ég hef það ekki. En takk fyrir það. Þá það næstur Bjarni Jónsson, gjörðu svo vel. Já, takk. Ég byrja á fiskeldinu. Þá vil ég segja það að það algjört grundvallaratriði að eldi á norsku laxi sem framfer við Ísland að það fari fram með þeim hætti að tryggt sé að það geti ekki valdið skaða á villtum laxastofnum. Bæði náttúrunnar vegna og líka bara þeirra hagsmuna sem fyrir til að mynda bændur á Vesturlandi og Norðurlandi líka. Og regluverki var alveg í molum í upphafi, hefur reyndar tekið stakkarskiptum og margt jákvætt verið að gerast í því, þannig síðast eins og mæla fiskeldis og slíkt, en enn talsvert í land þar. Mér þótti þingnefndir sem málið fjölluðu ekki ráð við verkefni sitt heldur. Það voru svona allir með allt niður sem kom framan af, en þetta að horfa til betri vegar þó að enn sé nokkuð í land að hlutirnir séu í lagi. Og ég vil sérstaklega nefna líka bara kringum stjórnsýsluna. Ég vil sjá að rannsóknir og vöktun og stjórnvaldsákvarðanir séu aðskildar. Nú Hafró með öll þessi verkefni. Það er eðlilegt að vera á fleiri höndum og ég vil sjá fleiri störf þessu tengt vera flutt vestur. Að þeir sem sé að vinna að þessu hvort sem rannsóknir, vöktun eða eftirlitið sem að bara einfaldlega staddir þar sem að verkefnin eru. Og það myndi líka vera styrkur að því fyrir byggðina. Og sömuleiðis myndi ég vilja sjá gjaldtöku sem að tengist fiskeldinu, líka renna að hluta meira til sveitarfélaga sem að byggja upp innviði til þess að taka á móti nýjum íbúum og ýmislegt sem þarf að gera. Það þarf að standa meira með sveitarfélagunum í því, þannig ég tek alveg heils hugar undir þau sjónarmið. En ég hef starfað í samstarfsnefnd sjókvíaeldi, svo sem bara það eru allmargir aðilar sem koma að og ágætis samtal sem á sér stað þar, en ég legg svo sem bara áherslu á það að það þarf að valda vel til verka. Þetta fór ekki nógu vel á stað, þetta horfir til betri vegar. Ýmsir sem aðeins hafa komið hafa ekki kannski staðið sem skildi, svo allavega framan af í því. En mikilvægt að þetta lendi vel. Ég rétt bara varðandi flugið, flugbraut á Vestfjörðum, og líka á Sauðárkrók til að geta flutt vörur frá Sauðárkróki. Raforkuverð á landsbyggðinni, já, ég vil jafna það og þá verður það gert í gegnum skattkerfið eða með sérstöku byggðastyrkjum. Takk hérlega fyrir þetta. Þá það Lárus, gjörðu svo vel. Já, ég ætla að byrja hérna á varðandi jöfnun á raforkuverði. Þetta náttúrulega stórundarlegt að við þessu ríka landi skulum búa við það að sum okkar sé að borga fjórfalt verði til þess að kynda húsum sín með okkur sem eru svo heppin að búa á heitum svæðum. Sem betur verður þetta nú mikill minnihluti landsmanna og sjálfsögðu eigum við að jafna þetta út. Ef það kostar það að þarf að hækka okkur hinn, þá gerum við það. Þetta réttlætismál. Ég bý í Stykkishólmi á Silfturum á Grundarfirði og húsnæði Grundarfirði, ég þekki þetta. Þar menn að færa sem fyrir varmadælur og annars aðrar lausnir. En þetta er ekki í lagi. Og tala ekki ef það rétt sem að eiga 20% af orkunni
raforkunni sem framleidd valsinn í kerfinu eða hvernig sem það en að sjálfsögðu á að græja þetta. Varðandi fiskeldi í sjó, þar þarf bara regluverki að vera, þetta kom nú aðeins inn á fundi síðast líka, regluverki þarf að vera öflugt og það þarf að vera þannig að það tryggi sem best að ekki verði slys og við hér á þessum fundi, í þessum flokki, hljótum að leggja það mikla áherslu að náttúran njóti vafans og þetta sé þannig sett upp að hún sé alltaf sett í forgang. Eftirlit sé í lagi, störfin sé á svæðinu og svo framvegis. Þannig að ég ekkert á móti fiskeldi sjálfu sér ef þetta vel gert og tekjur verði eftir á svæðinu. Það eru dýralæknar hérna til dæmis á Stykkishólmi sem fara Suðurfjörðina og eru eftirlitið þar. Þannig að gerum þetta vel og gerum ýtrustu kröfur, fáum tekjur af þessu þá eins og okkur ber. Og varðandi bændur, ég þekki þetta mál ágætlega, ég búfræðingur og mennt og fylgst mér vel með þessu. Það eru margir góðir hlutir í gangi þarna. Það er búið að heimila en aukna heimavinnslu og sláturinn jafnvel á öðrum stöðum, þetta er bara með afurðastöðunum þó þær þurfa sjálfsögðu að vera mjög öflugar. Það er kominn tími? Já, það er vont. Mjólkurbændur standa sem betur fyrir vel, en það er sóknarfæri hjá sveitarabændum. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus. Þá er það Lilja Rafni næst, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Ég ætla að byrja á raforkuverðinu og það er þetta flutningsgjald sem hefur verið að gera okkur erfitt fyrir og í haust, í september, þá verður búið að jafna flutningsgjald að fullu. Að þá verður það sama verð varðandi flutning hvar sem er á landinu og það eru þetta mikil framför. En varðandi húshitunarkostnaða þá eigum við því miður lengra í land og við þurfum bara að vinna því að halda áfram að auka niðurgreiðslu varðandi húshitunarkostnað. Það er verkefni framundan. Varðandi fiskeldið að þá hefur það auðvitað verið að vaxa og aukast og mér skilst bara á síðasta ári þá hefur fiskeldið verið að skila 20 milljörðum í þjóðarbúið eða verðmæti þess hefur verið 20 milljarðar af sunnanverðum Vestfjörðum svo það eru þetta gífurlegar upphæðir þar undir. Það var í atvinnuveganefnd fyrir 2 árum sem var samþykkt eða unnið með nýja löggjöf og þar leiddi sá vinnu Kolbeinn Óttarsson Proppé sem ég tel að hafi staðið sig mjög vel í þeirri vinnu og vann það mjög vel með öðrum þingmönnum og þar var löggjöfin hert mjög mikið og að okkar skapi varðandi umhverfisþættina og regluverkið allt og áhættumat og burðarþol og vöktun og allt þetta kom inn í þá löggjöf þá. Og ég tel að við eigum bara að halda að vakta þetta mjög vel og við viljum ekki stofna okkar villta laxastofn í hættu og ef við vöndum okkur vel og hugsum þetta þá á þetta eftir að verða mikil atvinnu uppbygging og skila miklum gjaldeyri inn í landi og þannig þurfum við að vinna þetta áfram og ég tel að það sé bara mikil tækifæri þar ef við gerum þetta vel og vöndum okkur og það er mikil þróun í þessari reyn varðandi það að sleppa stærri seiðum og reyna að vera með ófrjó seiði og annað þvíumlíkt. Varðandi landbúnaðinn landbúnað og flugvöll, það er kominn tími en örstutt. Já, bara landbúnaðinn að þá þurfum við að styðja enn frekar við landbúnað og bara auka beingreiðslur. Það voru lagðar 900 milljónir núna í að styrkja kjötframleiðendur og varðandi Dýrafjarðarflugvöll þá held ég fyrir þó nokkrum árum lagði fram tillögu að gera hana alþjóðaflugvelli og mér finnst það vera alveg inn í myndinni að skoða það og ég er líka glöð með það að þá að leggja bundið slitlag á Blönduósflugvöll núna eftir nokkur misseri og er komið inn á samgönguáætlun. Takk. Takk fyrir þetta. Þá er það María Hildur Mokk næst, gjörðu svo vel. Já, takk. Ég þakka fyrir upplýsingarnar Lilja Rafni. Ég hafi ekki áttað mig á því að væri verið að jafna flutningskostnað. Ég er mjög kátt með það.
Ég hef áður minnst á hér að mér finnst það einkennilegt að Vestfirðingar séu með þjónustu, eiginlega einokunar þjónustu eins fyrirtækis á meðan aðrir eru með Rarik. Orkubú Vestfjarða að mörgu leyti ólíkt Rarik og ég hef minnst á það áður, ég vil gjarnan að lög Orkubú Vestfjarða verði tekin upp og skoðuð svolítið betur vegna þess að það erfitt að sjá hvers konar skildum þeir eiga að gegna þó að réttindi þeirra séu tryggð samkvæmt lögunum, sem sagt Orkubúsins. Þannig að flutningur raforku, hann var byggður mjög mikið upp í kringum stóriðjuna. Og ég verð að segja að smám saman þá finnst mér að stóriðjan þurfi að taka þátt í því að greiða fyrir þennan flutning inn á kerfi landsmanna vegna þess að það miklu dýrara náttúrulega að flytja til þeirra staða þar sem verið að nota dreifða orku heldur en til stóriðju, nema að við þurfum sjálf að framleiða vetni í stórum stíl til þess að reka okkar fiskiskipaflota og annan flutningsflota. Þar með myndum við auka á orkunotkun á öllum þessum svæðum og það gæti hjálpa til við að koma upp betra flutningskerfi. Og ég held að þetta sé eitt af því sem við eigum mikil sóknarfæri og ég vona að það verði meðal annars á Vestfjörðum og á Norðvesturlandi alls staðar. Ekki síst vegna þess að við erum það nálægt norðurslóðum og núna Ísafjarðarbær og Ísafjarðardjúp hugsað sem aðstaða fyrir öryggisventil eða öryggishafnir fyrir þá sem eiga leið yfir norðausturleið og norðvestur leiðir og ég tel að þar komi inn stórt tækifæri í náinni framtíð til þess að framleiða vetni og við eigum að tryggja að eingöngu svo hrein orka verði notuð á skip sem fara þá leið. Og það hægt og það til næg orka í landinu til þess að gera það. Takk. Það var akkúrat á tíma. Næst í röðinni Nanný, gjörðu svo vel. Já, takk. Ég ætla að byrja á flugvellinum. Þegar ég sæti samgöngunefnd Fjórðungssambands Vestfirðinga þá tókum við þetta aðeins til umræðu með alþjóðaflugvöll á Vestfjörðum til þess að flytja út afurðir beint á markað. Landfræðilega á stæðstum hluta Vestfjarða hins vegar ekki góð fyrir stærri vélar og við fórum yfir þetta með formönnum í Savi á sínum tíma. En það eru vissulega staðir og það eru vissulega tækifæri til að halda áfram að skoða þetta því það ekki, við verðum að vera framsækin og það ekki alltaf hægt að bíða eftir því að við fáum aðeins stærri hafnakant eða það verði sett aðeins meiri peningur í mokstur á þessum með hinum leiðum. Við verðum að hugsa stórt og hugsa inn í framtíðina, þannig að ég held að alþjóðaflugvöllur á Vestfjörðum sem að flytur, þó er það ekki nema bara til að flytja út afurðir, hann sé klárlega eitthvað sem við ættum að skoða. Þá ætla ég að vinda mér í fiskaldið og það hefur einnig verið mikið í umræðinni hér. Það voru miklar umræður það fyrir nokkrum árum síðan að þetta fiskeldi væri að fara á stað og við þurftum bara að bíða og vera róleg og svo færi þetta bara á stað og við þurftum bara að bíða og meðan við vorum að ræða við þurftum bara að bíða og þetta væri alltaf gerast þá gerðist þetta og þess vegna vorum við kannski ekki með regluverkið alveg klárt og tilbúið. Það bara fólk fór á stað og vinnsla hófst og eldi hófst og regluverkið var ekki tilbúið en ég held að það sé allavega komið í mjög góðan farveg, það í rétt átt og það mjög mikilvægt að regluverkið sé skýrt, það sé settar skýra línur og ég held að sé í beinu framhald af því einnig mjög mikilvægt að tekjur renni til sveitarfélagana af fiskeldi þannig að umhverfisgjaldið og auðlindagjaldið renni til sveitarfélagana þannig að sveitarfélögin freistist ekki til þess að velja auðveldustu leiðina af því að þau fá þá kannski einhverja víla og díla frá fiskeldisfyrirtækjunum, heldur séu þau bara sjálfbær og geti tekið góðar ákvarðanir fyrir sig og íbúana. Og þá ég búin. Læsilegt, takk fyrir það og þá það næst Sigríður Gísladóttir, gjörðu svo vel. Takk, ég ætla að taka svolítið svona ekki uppi, ég ætla bara að segja að við eigum ekkert að athuga neitt varðandi Álftafjarðargöng, við þurfum bara að fá Álftafjarðargöng
það er mikilvægt upp á það að geta lokað hringnum, Vestfjarðahringnum. Það er að fara í nýtt fyrirtæki á stað í Súðavík sem að þarf rafmagn og fólk og aðföng og við þurfum að viðhalda tengingunni við Strandir og Norðurland vestra frá Vestfjörðum og þá kemur raforkunni því að það er náttúrulega bara ekkert að þekkjast að mismunandi raforkuverð milli svæða standi atvinnusköpun eða íbúaþróun fyrir þrifum. Svo er það fiskeldið. Það var spurt hvort það ætti eitthvað að breyta skipulaginu og ég held að það sé kannski svolítið lykilatriði og Nanný kom inn á það varðandi sveitarfélögin að þau standi ekki bara svolítið svona berskjöldu gagnvart þessu. En ég vil líka á sama tíma og við erum núna búin að vera að efla eftirliti og ég er nú sjálf hluti af því og mitt starf hér er bara í beinu framhaldi eða bara í takt við þessa þróun að hafa eftirlit með fiskeldi, að við verðum að efla vöktun á lífríki almennt og í sjó sérstaklega. Við getum ekki verið að miða okkur við gamla rannsóknir eða undirfjármagnaðar rannsóknir og þeir sem að stunda rannsóknir eru allt of mikið háðir framlögum úr einhverjum sjóðum að þetta ætti bara að vera fjárlög. Og ég vil líka nefna það að það verður að passa í allri umræðum fiskeldi. Við megum ekki gleyma líka samfélagslega þættinum og það er réttindi starfsmanna og uppbygging samfélagana og allt í kringum þetta svo að það verði ekki verbúðir. Það er ekki gott fyrir samfélagið. Svo var það landbúnaðurinn. Það var spurt kjötframleiðslu og ég held að hvað geta bændur gert? Þeir þurfa náttúrulega einhvern veginn að reyna að lækka kostnað til dæmis við slátrun og það er til dæmis hægt að gera með tæknivæðingu og virðisaukningu og það getur þá verið í auknum afköstum eða auknum gæðum. Og ég held að það, ég ætla að fá þessar auka 15 sem allir hafa aukið en ég held að við þurfum líka að hafa loftslagshvata því við viljum ekki enda uppi með einhvers konar fjöll og við getum náttúrulega fylgst með þessum fjöllum núna í bígerð á mælaborðinu, góða. En Nanný svaraði öllum flugvelli, takk. Takk hérlega fyrir og þá er það Þóra Magnea, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Varðandi rafmagnið, þá er svo sem allir búin að koma inn á það hér að það þarf að jafna það og það sé ekki, snúist ekki, að við þurfum að flytja á þeim stöðum sem við viljum búa, það sé ekki vera hamla okkur hvað það varðar og svo ég færi okkur aðeins yfir á Vesturland þó að sé ekki þessu kjördæmi, þá bjó ég 2 ár í Kjósarhreppi og það er hæsta sem ég hef greitt í húshitun og kostnaði og rafmagni. Þannig að það er nú bara svo það sem ég færi okkur aðeins yfir á Vesturlandi. Hvað varðar fiskeldi þá fórum við nú yfir það líka á síðasta fundi. Ég ætla nú svo sem bara að minnast á það aftur að ég held að fiskeldi muni þróast og ég veit að það eru margir sem að atvinna að því í dag og ég ber mikla virðingu fyrir því. Ég ber líka mikla virðingu fyrir villta laxastofninum og þeim hvað það skiptir til dæmis bændur hér á Vesturlandi aftur sem eru með ýmsar laxár hér miklu máli að hann sé ekki eyðilagður og ég held að þetta muni þróast eins og aðrar atvinnugreinar. Það er búið að koma hérna inn á hvort það verði fært upp á land. Ég held að það verði þróunin og rannsóknir sýnir það. Ég veit það svo sem ekki, ég er ekki spákona en að minnsta kosti við séum að nota ófrjóan fisk eða geldfisk eins og hann kallast öðru nafni. Varðandi bændur þá tek ég undir bara það sem hefur komið hér fram. Ég geti að endurtaka það. Flugbrautina ég ætla að taka undir með svo ég sé samkvæmt sjálfur mér. Varðandi að koma þungarflutningum af þjóðvegunum. Það ætla ég að taka svo sem undir það hjá henni Lilju að Dýrafjarðarflugvöllur sem ef hann er uppbyggður og þá ef okkur tekst að flytja flutninga að þjóðvegunum þá
held ég að við munum öll vinna að því leyti. Ég vil tala um samgöngumál en ég held að tíminn sé að verða búinn svo ég sleppi því að tala um göngin. Takk. Takk kærlega fyrir þetta. Ég ætla í lokin, ég veit að við erum komin yfir tíma, ég ætla að þakka fundargestum fyrir þolinmæði. Hér var bara svo mikið af góðum spurningum og hefði nú verið leiðilegt að senda fólk heim þegar það var brunnið inni með fjölda spurninga. Einhverju náði nú ekki að koma að en ég held ég hafi nú svona dekkað stóra sviðið. Ég ætla bara að þakka kærlega fyrir mig. Ég held að þetta hafi bara verið upplýsandi og góður fundur og við sem hér fylgdust með séum orðin mun öllum hnútum kunnug hjá þessum flotta frambjóðendahópi og í lokin þá fær hver frambjóðandi 1 mínútu til að segja eitthvað sem að viðkomandi að brenna inni með og hefur ekki náð að koma að eða vill koma á framfæri til fundargesta og það sama svona slembi röðin, við erum nú farin að slembi velja hér alveg hægri vinstri. Við Vinstri græn og gerum það hér líka á fundum í mælendaskránni og fyrst í röðinni hún Nanný sem fær 1 mínútu svona til að loka þessu. Ég verð mjög hörð á þessari mínútu minni. Takk fyrir það. Heyrðu, ég ætla að ljúka þessu með því að segja að ég býð mig fram í 3. til 5. sæti í kjördæminu. Ég hef mikla reynslu og þekkingu af atvinnumálum. Sjálf í eigin atvinnurekstri og hef fylgst mikið með atvinnumálum hér í sveitarfélaginu og í norðvestu kjördæmi. Ég brenn fyrir íbúalýðræði og íbúaþátttöku og umhverfismál og ég vona að ég hljóti náð fyrir eyrum kosningapennana ykkar á næstu helgi. Takk fyrir. Læsilegt, þarna var ekki verið að eyða tíma í vitleysu. Næst það Sigríður Gísladóttir, gjörðu svo vel. Já, takk. Nú segir maður bara eins og maður sé í fundarsal, ágætu fundargestir. Ég býð mig sem sagt fram til að standa fyrir stefnu sem að hreyfingin okkar samþykkir og sem að ég treysti mig til að standa við líka. Ég þekki þetta kjördæmi vel, alla möguleikana og margbreytileikann sem það býr yfir. En ég þekki líka vel hvar skóinn kreppir og ég held að skipti máli að kjósendur sjáu trúverðugt og traust fólk á lista sem stendur fyrir félagslegan jöfnuð, umhverfi og réttlæti í alla staði og ég vona bara ég fá ykkar stuðning í 2. til 4. sæti. Takk fyrir. Læsilegt. Þá það næst Þóra Magnea. Já, takk fyrir. Já, ég ætla nú ekki að segja að ég þekki kjördæmið allt frá Skaganum og norður og vestur, en ég tilbúin að læra og það hef ég gert lengi og geri það á hverjum degi og ég tilbúin til þess og ég þess vegna býði mig fram hérna í 2. til 3. sæti á lista VG í norðvestur kjördæmi. Og ég vil bara nota tækifærið og hvetja fólk til að athuga hvort það sem rafræn skilríki eða íslykil, því það þurfum við til að kjósa rafrænt. Og svo bara ætla ég að segja takk alveg fyrir góða fundarstjórn, takk fyrir að stakka inn með svo stuttu fyrirvara og bergringt hæstlega til hamingju með daginn. Takk fyrir þetta og þá það Þóra Margrét næst, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. En já, ég Þóra Margrét og ég að bjóða mig fram í 2. til 3. sæti á lista VG hérna í norðvestu kjördæmi. Það sem ég kannski álít fyrst og fremst að ég mjög hreinskilin persóna. Ég styð félagslegan jöfnuð og ég náttúru sinnuð og ég líka, ég lausna með þið. Ég vil hlusta á fólk og ég vil vinna út frá því hvað þessi íbúar í kjördæminu eru að hugsa vegna þess að í þessu stóra kjördæmi okkar sem býr að þessu rosalega fjölbreytta og litskrúðuga mannlífi og þessum ótal tækifærum hérna sem við höfum til vaxtar og sóknar að þá þurfum við að fá öflugt og kröftugt fólk sem tilbúið til að hlusta, tilbúið til að vinna með öðrum og tilbúið til að vinna í þágu okkar allra. Takk fyrir mig. Þetta var akkurat 1 mínúta.
svona að gera þetta. Gjörðu svo vel, næst Bjarni Jónsson. Já, svæðið fjölbreytt og víðfeðmt og alls staðar gott að búa ef við hlúum að byggðunum. Stöndum vörð náttúruna og auðlindirnar sem eru svo ríkulegar. Tryggjum jöfn tækifæri fólks hvar sem það býr. Að vera alþingismaður fyrir Norðvesturkjördæmi er mikil áskorun. Að vera til taks fyrir íbúana, vera síkvikur að fara kjördæmið, hitta fólk, hlusta á það, finna hvernig hjarta slæra hverju stað, hvað er hægt að gera til að leggja fólki lið með sín hagsmunamál, treysta byggðarlögin, treysta bönduna milli héraða. Það mun ég gera, fá ég til þess umboð. Ég leita til þín með stuðning í fyrsta sæti í prófkjöri VG í Norðvesturkjördæmi. Það eru krefjandi verkefni framundan en leið spennandi. Þar vil ég láta til mig taka fyrir ykkur og kjördæmið allt. Og þessi glæsilega tímastjórnun, hún heldur hérna áfram. Ég á ekki til orð, sko. Og næstur í röðin er hann Lárus, gjörðu svo vel. Já, leið að þakka þér fyrir fundarstjórnina og ykkur sem hafa verið á fundinum og frambjóðendur fyrir kvöldi. Þá vil ég taka fram að ég þekki þetta kjördæmi mjög vel, tengist í vítt og breytt og á félaga og hluta fjölskyldu mjög víða og hlakka til að takast á með þessa kosningabaráttu sem framundan er eins og hinnar sem hafa verið á undan. Ég held að mín reynsla í sveitarstjórnarmálum bæjarstjórn Teigsund til 15 ára og trúnaðarstörf fyrir hestamenn sem formaður Landssambands hestamannafélaga í 6 ár, þar sem við náðum mjög góðum árangri og önnur ábyrgðarstörf nýtist mér vel í þessu okkar vinnu sem framundan er. Ég þekki atvinnuvegina vel, ég er sjálfur í að byggja upp atvinnufyrirtæki í Grundarfirði og til að tækifæri kjördæmisins eru gríðarleg. Ég legg á það áherslu að við förum gegnum þetta sem einn hópur, snúum svo bökum saman og sækjum fram, sjáum á nýjustu skoðanakönnunum að okkar stefna og okkar fólk er að fá góðan hljómgrunn og við þurfum að vanda okkur og standa saman, þá er okkur allir vegir færir. En ég óska eftir ykkar stuðningi í 3. til 5. sæti. Takk. Takk hérlega fyrir þetta. Næst í röðin er það Lilja Rafn, gjörðu svo vel. Já, gott fólk. Ég hef verið alþingismaður í 11 ár og aflað mér góðra reynslu þar og þekki þetta kjördæmi okkar mjög vel. Síðustu 4 ár hef ég verið formaður atvinnuveganefndar og þar hef ég verið í góðu sambandi við fólk víðsvegar landið í gegnum þá vinnu, þar sem mörg mál hafa komið til sögunar og verið fjallað bæði í landbúnaði og sjávarútvegi og nýsköpun og fleiri mál sem við tekið þar fyrir. Ég vil nýta þessa reynslu mína til að halda áfram að vinna því að byggja upp þetta kjördæmi. Ég held að tækifærin séu óþrjótandi og ég er mikil baráttukona í eðli mínu og vil leggja það að mörkum sem ég tel mig hafa fram að færa með góðu fólki. Mér er gaman að vinna með fólki, ég er lausnarmiðuð og mér finnst að pólitík eiga að vera skemmtileg líka og er með húmórinn í lagi. Og ég er traustur liðsmaður, ég hef staðið með Vinstri grænum frá upphafi í erfiðum verkum og aldrei tiknað undan því og vil bara vinna áfram að uppbyggingu þessa góða kjördæmis okkar með ykkur og þessu góða fólki sem er að bjóða sig hérna fram og býð mig fram áfram í 1. sæti. Takk hérlega fyrir þetta og þá er það María Hildur Mokk, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Ég myndist nú ekkert á sjálfa mig í upphafi. Ég er líffræðingur, meistaragráðu í umhverfisstjórnun. Það er ekki fyrir núna, ég er orðin 3 barna amma, að ég treysti mér til þess að hafa næga reynslu til þess að koma að einhverjum góðum málefnum á málefnulegan hátt inn á Alþingi. En ég hef verið vinnandi alla ævi fyrir íslenska náttúru og íslenska þjóð, en í mjög miklum erlendum samskiptum og ég held að við Íslendingar séum í lykilstöðu þjóðanna vegna þess að við erum komin aðeins stuttra með að eyðileggja allt í of mikilli iðnvæðingu, getur maður sagt. Og ég held að Norðvesturkjördæmi sé alveg einstakt hvað það varðar, að við gætum
fóstrað þessar nýju atvinnugreinar sem eru til dæmis það að búa til tölvuleiki, það að nýta náttúruna eingöngu til ferðamennsku en ekki sem auðlind til þess að henda á hauga. Ég hef verið svolítið hissa á því hvað börnin mín hafa fengið sér einstaklega skrýtnar atvinnu eða svona stöðu í lífinu. Einn umhverfisstjóri hjá verkfræðistofu, önnur tölvuleikja hönnuður og þriðji hótelstjóri. Og það eru einmitt svona störf sem að ég sá ekki fyrir, sem að við þurfum í raun og veru að búa í haginn fyrir og það verður á næstu 5-10 árum gjörbreyting eins og enn. Ég vil komast í framboð hreinlega til þess að stuðra að því. Takk. Takk hérlega fyrir þetta. Rétt hér í lokin erum við með mjög heitt og flott innslag frá fulltrúa í kjörstjórn í forvalinu. Henni Þóru Geirlaugu, gjörðu svo vel og svo slítum við fundið þegar hún ætlaði að fá að segja ykkur örstutt skilaboð hér í lokin. Gjörðu svo vel. Ég er með 15 mínútna hugvekju. Nei, djók. Ég ætlaði bara að minna ykkur á, ég byrja því að þakka frambjóðendum fyrir bara mjög góða framgöngu í kvöld, gestum fyrir framúrskarandi spurningar og sérfræðingnum okkar að sunnan, henni Ellu, fyrir að sleppa Attenborough í kvöld og aðstoða okkur. En Steingrímur bað fyrir kveðju, hann liggur raddlaus heima. Mig langar til að biðja ykkur að muna vel eftir rafrænum skilríkjum eða íslykli og vera á tánum á miðnætti 23. apríl þegar forvalið hefst. Ef einhverjar eitthvað vesen fer á stað, þá má senda póst á norðvestur@vafg.is. Læsilegt. Þá segi ég bara takk kærlega fyrir þennan frábæra fund og bara gangi ykkur öllu vel og áfram Vinstri græn til sigurs í september. Nú segir maður ekki vor, nú þarf maður að segja haust, þetta er alltaf svolítið skrýtnir tímar. En takk kærlega fyrir fundin. Takk fyrir, bless.